Velkomin á Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi. Við ætlum að halda áfram að senda út Rauða borðið þó svo að við höfum eiginlega mist stúdíu frá okkur. Við áttum eina vél sem var notuð í annað hérna frammi, myndavél sem við erum að nota og reynum að láta það duga. Það náttúrulega dugar ekki fyrir að hafa kannski heilan þátt en við erum að safna fé og fólk hefur verið ótrúlega rausnarlegt við okkur, lagt inn á reikningin okkar eða gert áskrifandi, fjölgað mjög áskrifundum að samstöðinni, fólk sem að borgar áskrift til þess að það geti hort á samstöðina og líka til þess að annað fólk geti hort á samstöðina og þetta fólk eru félagar þar með í Alþýðufélaginu sem er eigandi samstöðunar. Og við höfum vonið til þess að við getum byggt upp stúdíu aftur, það bara tekur smá tíma og kannski verðum við komin með svona eðlilegra prógram snemma í næstu viku, vonandi. Og kannski þakka ykkur fyrir sem hafa lagt okkur lið. Þetta er ómetanlegt og ekki bara að fá peninga til þess að geta keypt aftur tækin í stúdíuið, heldur líka að átta sig á því að það er ykkur annað úti að hlusta sem að metur það sem að við erum að gera hér skipti ykkur máli. Það er algjörlega ómetanlegt. En við ætlum að búa til þátt úr þessu dóti sem við höfum, sem er lítið, en samstöðin byrjaði svona, hún byrjaði eiginlega, köllum þetta sjónvarpsstöð í Eldspýtustokk, því að það var eiginlega bara byggt á Zoom fjarskiptaforritinu og einum síma og einhverju græju til þess að senda það síðan út og við erum eiginlega á þeim stað akkurat núna. En við ætlum samt að reyna að ná svona utanum atburði dagsins. Ég hringi hérna á eftir í hann Ásgeir Brynjar Torfason og ætla að fara með honum yfir athugasemdir sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerði yfir ríkisfjármál og efnahagsstefnuna á Íslandi sem eru miklar. Þetta er að sömu leyti tíðindi, þessi svona úrdráttur úr óbirtri skýrslu, það kemur skýrsla eftir einhverja vikur, það sem að verður nána að fara ofan í þetta, en það sem að þau sína að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki ánægður með að ríkisstjórnin hafi ekki varið hinn tekjulægstu fyrir áhrifunum af verðbólgunni, leggur áherslu á að hallinn á ríkissjóði sé ekki góður, leggur ekki til hvort það eigi að vera niðurskurður eða skattahækkanir, en það sé ekki klókt að reka með þessum hætti og kemur margar aðra athugasemdir. Ég ætla að fara yfir þetta með Ásgeiri Brynjari Torfasyni og ástæðan fyrir ég vil gera það er vegna þess að eins og þið vitið sem hlustuð oft á Rauða borðið að Ásgeiri hefur komið hingað oft og svona undanfarin misseri þá hefur hann verið að gagnrýna ríkisstjórnina og Seðlabankann og stjórnvöld fyrir eiginlega sömu hluti og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að benda á. Það var borgarstjórnarfundur í dag, hiti í fólki, það var verið að afgreiða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 og hann er ekki góður. Ég ætla að heyra í Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fundinn, en líka það að samkvæmt könnunum er hún sá borgarfulltrúi sem að langflestir telja hafa staðið sig vel á kjörtímabilinu. Hún er næstu því með tvöfalt fleiri atkvæði heldur en næsti borgarfulltrúi. Við vorum svolítið áður en að brotist inn hjá okkur að þá vorum við svolítið að ræða gervigreindina en það þurfum við að ræða hana til þess að skilja hvað fyrirbrigðið það er. Ég ætla að heyra í honum Jóni Guðnasyni sem er dósent við Háskólann í Reykjavík. Hann starfar þar inn í það sem heitir gervigreindarsetur. Ég ætla að spjalla við hann gervigreindina, hvers konar karakter þetta er. Hvað er það sem er hættulegt við hana og hvað geti gerst og hversu áríðandi er að við gerum eitthvað í málinu að samfélagið sé tilbúið undir þær breytingar sem að gervigreindi mun færa til okkar. Meira náðum við ekki að gera í dag á þessari takmörkuðu tækni þannig að við ætlum að spila hér í lokin 2 viðtöl sem við teljum vera áhugaverð. Það er annars vegar sjúkrasaga Margrétar Lilju Aðalsteinsdóttur sem ég heldur þetta að segja Aðalheiðardóttur en það stendur hérna hjá mér Aðalsteinsdóttur. Nú má það
bara veit ég ekki hvort það er. En við ætlum María Pétursdóttir tók viðtal við hana og hennar sjúkrasögu er mjög áhugaverð og eins og aðrar sjúkrasögur varpar svolítið ljósi á heilbrigðiskerfið okkar og samfélagið og hvernig það er að vera veikur eða fatlaður í samfélaginu okkar. Það er ástæðan fyrir að við erum að safna upp þessum sjúkrasögum því að saman mynda þeir svona góða mynd af kerfunum okkar sem að kerfin séð frá augum þeirra sem eru að nota þau. Og í lokin ætla ég að spila viðtal sem ég tók við Viðar Halldórsson það sem að hann hefur kallað félagslega töfra sem það sem að gerist þegar við komum saman og þegar við komum minna saman vegna þess að við hittust meira í gegnum tæknina eða tæknin kemur í veg fyrir það að við hittumst, sjálfsagreiðslukassar eða heimsendingar eða við þekkið allt saman, að þá minnka þessi mannlegu samskipti, ekki bara samskipti sem við eigum við þá sem að standa okkur næst, heldur líka svona þessi tilvíljana kendu samskipti við ókunna sem að Viðar telur að vera mikilvægt. Hann ræði bæði þann hluta en líka hvernig við höfum kannski á undanförnum misserum og árum og kannski áratugum hort á að lausnirnar komi með tækninni og höfum kannski mist sjónar af mikilvægi félagslegra þátta og að samfélagið okkar sé virkt og öflugt, að okkur líði vel í samfélaginu eins og við höfum heima þar og að við hegðum okkur svolítið eins og þau svona hópdýr sem að við erum og fáum nægjanlega félagslega fullnægingu og leitum að lausnunum í gegnum félagslega tengsl. Ég ætla að ræða við Viðar Halldórsson hér í lokin á þættinum. En fyrst ætla ég að slá að þráðum til hans Ásgeirs Brynjars og vonaði þið hafi gaman að þessu þætti þó hann sé byggður upp á veikri tækni að þá hann byggður upp af góðum eldmóð sem að fyrir vaxandi, ekki síst fyrir stuðning ykkar ágætu félagar í Alþýðufélaginu. En Ásgeir Brynjar Torfason eftir augnablik. Já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sendi frá sér í dag reglulega bundna skýrslu stöðuna á Íslandi og er ekki ánægð með ekki allt, ekki ánægð með ríkisútgjöldin og ekki ánægð með það að lágtekjufólkið sé ekki varið fyrir lífskjaraskerðingunni sem kemur þegar verðbólgan geisar. Ásgeir Brynjar Torfason er hingað mættur í gegnum eins konar fjarfundabúnað. Ásgeir, hvað er það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn finnur að íslenskri efnahagsstefnu? Já, það sem eru eiginlega svona merkilegu frétturnar úr þessu yfirliti, þetta er bara svona yfirlýsing sem að sendinefndin gefur frá sér núna þegar eru nýfarin, síðan verður gerð skýrsla Article 4 sem að fer fyrir stjórn sjóðsins. Þannig að þetta er svona, já, mjög áhugavert að sjá hvað kemur skýrt þarna fram, áherslan á að það þurfi að gæta þess að ójöfnuðurinn, eins og við höfum nú nokkur sinnum rætt hérna á Rauðaborðinu. Eins og þú hefur marg sagt hér við Rauðaborðið í bráðum 3 ár. Já, og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur verið að leggja áherslu á þetta alþjóðlega, að það verði að gæta þess að vöxturinn sé inngildandi, inclusive growth, þannig að hann skilji ekki eftir hluta samfélagsins. Og og það er beinlínis sagt þarna núna og það kom nú í fréttunum fyrst, svo var þetta aðeins mildað síðar í fréttunum í dag sem ég heyrði. En þetta er eiginlega merkilegasti punkturinn að þau eru að leggja áherslu á að það þurfi að gæta þess núna þegar að verðbólgan er komin og hún er orðin svona útbreidd og hún er mjög há hérna. Þetta er sko kurteislega orðað, maður verður að gæta því, þetta er á ensku og þetta er svona staðla orðalag, þetta er eins og yfirlýsingar peningastefnunefndar eða álitsgerðin fjármálaráða að það getur verið mjög lítill núans sem að felur í sér svolítið þung högg og það er
í þessu áliti, já, fyrsti punkturinn, þetta með að það verði að gæta því að ójöfnuðurinn, já, og þessi verðbólgukostnaðurinn að hann verði bættur hjá þeim sem verst standa, og það sem að sjóðurinn síðan að leggja áherslu á að það þurfa að draga úr ríkisútgjöldunum, að það valdi því ekki að þeir sem verst standa verði fyrir skerðingu. Það þurfa að gæta því að þeim sé bættur skaðinn. Þannig að þetta algjörlega mikilvægt að Íslands stjórnvöld taki eftir þessum harðorður, leyfi ég mér að segja, ábendingum. En ég veit ekki, ég ætla ekki að kannski spyrja svona pólitík, en heldur að það breyti einhverju? Nú hefur þú sagt þetta í árum saman, verkalýðshreyfingin, sumir í stjórnarandstöðunni, fjölmargir verið að benda á það, heldur að ríkisstjórnin rökkvi allt einu upp af því allt hefur gjaldeyrisstofnun segið það? Er þetta ekki bara stefna stjórnvalda að gera þetta ekki? Já, það nú oft hérlendis virðist mér, þegar útlendingar segja hluti sem búið að vera að tala innanlands, þá getur það nú stundum haft meira áhrif. Þetta líka, hvað ég að segja, þetta eru mjög alvarlegar ábendingar þegar það sagt, maður þarf svona aðeins að afkóða það, en auðvitað eru jákvæðu fréttirnar og það hægt að taka bara jákvæðu punktan úr þessu og segja hér hávöxtur og hér allt hérna, uppsveiflu en það þeir segja það eru áhættuþættir af vextinum sem geta, og sérstaklega verðbólgunni sem eru vaxandi og ójöfnuðurinn í ríkisrekstrinum og vaxtar útlitið hagstætt íslensku efnahagslífi, en því fylgir imbalances og ójöfnuður sem að vekja upp significant risks, alvarlega áhættu og það hægt að ná mjúkri lendingu, en þá þarf að gera betur en gert í fjármálaáætluninni, segja þeir. Hallinn sem var 1,7%, hann verður að minnka, segja þeir, og það verður að flýta því að fjármálareglurnar taki gildi. IMF segir aldrei að það ætti að hækka skatta. Það væri ekki bara að það sé of gróft fyrir þá eða þeir vilja ekki heldur, það of mikil afskipti af innanríkispólitík að vera að segja hvort það að gera. Þannig þegar þeir segja að þau eru aukið aðhald, þá getur það þýtt annarkvort að minnka útgjöldin eða hækka skattana. Það þýðir ekki endilega að þeir segja hafna skattahækkunum, heldur þetta bara orðalagi sem notað. Já, og þeir segja að það þarf að gæta, það þarf að stýra vel skulda og eignahliðinni. Þeir segja þar að einkavæðingin á eftirstandandi hluta ríkisins í Íslandsmáli geti hjálpað til við að bæta stöðu ríkissjóðs, en henni verður að vera lokið á þann hátt að hún taki tillit til og virði mikilvægi þess að það séu vandað eignarhald á bankanum. Ég meina, þetta eins harðorð gagnrýni á fúskinu og fíaskóinu sem að umboðsmaður Alþingis nú enn að vinda ofan á varðandi fjármálaráðuneytið. Þannig að það, við getum sagt sem svo, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og umboðsmaður Alþingis eru saman í því að finna að því hversu alvarlega illa staðið af málum úr fjármálaráðuneytinu varðandi þetta. Og það varðandi sölun á Íslandsbanka, það varðandi hallan á ríkissjóði og að sker ekki niður eða hækka skatta til þess að stoppa upp í það, og það til þess að verja ekki lágtekjufólk og skuldugt fyrir verðbólgunni. Já. Þetta eru 3 gagnrýnispunktarnir sem eru alvarlegastir, eða hvað? Já. Meira til? Og svo segja þeir, þetta lítur vel út, en
og það væntanlega hægt að ná því að draga úr eftirspurninni með þessum hækkuðu stýrivöxtunum sem eiga að reyna að keyra hagkerfið í ekki samdrátt en minni vöxt. En sko hagvöxturinn á yfirstandandi ári áætlaður í kringum 3% á meðan að verðbólgan sögð minnka lítillega niður í 7%. Ég meina, þetta náttúrulega sko líka svona kurteislega orðað. Það allt og lítið verið að draga úr verðbólgunni hérna. Þú veist, þetta svona kurteisis enska, skilur. Það mjög beitt gagnrýni í að segja þetta svona og síðan þetta góða efnahagslega útlit vegna meðbyrsins sem vegna uppsveiflunar og ferðaþjónustunnar. En það getur breyst og þeir meira sig að fara síðan inn á sko þeir segja samt sem áður að þá mjög mikil óvissa og Seðlabankinn ætti að vera tilbúinn að endurmeta hversu mikið vaxtahækkunin þarf að vera ef að það koma áföll sem að breyta verðbólguútlitinu. Þannig að þú veist, þetta þeir byggja náttúrulega á gögnum og þeir með mjög vandaða gagnagreiningu út frá sínum líkunum. En þeir ekki að vísa þarna bara í það að erlendis fólk farið að horfa til þess að hætta sig á að sé verið að keyra hagkerfið niður í kreppu og menn verði að meta það í staðinn fyrir að hækka vexti að þá eigi kannski að reikna með því að svona ýmis áföll eins og bankakreppan í Bandaríkjunum eitthvað slíkt geti dregið úr vexti hagkerfisins. Já, og þeir tala það að það sé óstöðuleiki á fjármálamörkuðum og þeir segja hér, þeir með gagnrýni á fjármálaeftirlitshlutann í Seðlabankanum líka að sko þó að hún sé svona broadly á svona víðu sviði nægjanleg að þá verður að bæta eftirliti með lífeyrissjóðum og síðan benda líka á hættuna af atvinnuhúsnæðinu. Þannig að þeir með puttan á öllum helstu áhættuþáttunum og þetta nefnilega þannig líka í skýrsla að þeir þurfa að punkta þarna niður þar sem hættur og gæti fara illa, svo kannski reddast hlutirnir en kannski reddast þeir ekki. Og þá hægt að segja, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn benti nú á að þetta þyrfti að bæta. Þeir vísa í grænbókun lífeyriskerfið sem þurfa en þeim þá sagt náttúrulega, þegar sendirendi kemur. Við það búið að skipa þriðja hópinn sem á að gera grænbókun lífeyriskerfið. Ég held að sé búið að vera öll ár þessar ríkisstjórnar, fyrra kjörtímabili og seinna, að eiga að gera eitthvað varðandi lífeyrissjóða, en það kemur aldrei neitt. Og það ekki nægjanlegt eftirlit með því frá fjármálaeftirlitsins hálfu í Seðlabankanum, samkvæmt því sem þeir segja. Við höfum nú ekki fjallað ítarlega lífeyrissjóðakerfið hérna og ættum kannski að standa okkur betur. En við getum sagt við að flest það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að benda á hefur verið bent á hér við rauðaborðið áður. Og eiginlega hægt að líta á þessi staðfestingu þeirra efnahagsumræðu sem framfyrir hér. Já, ég held að það sé bara alveg óhætt að segja það svona við endurreist rauðaborð sem eins og á tímum faraldurs Þú afsakar það að við erum hérna með halva myndavél og eitt brotinn síma að reyna að halda út í sjónvarpsdagskrá en þannig byrjuðum við í upphafi og vonandi tekst okkur að reisa þetta við. En það var eitt atriði, ég heyrði viðtal við svona skipstjórann í sendinefndinni í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins og þar var hann að hæla íslenska vinnumarkaðsmódelinu og benti á að því hefði tekist að verja jöfnuð á Íslandi betur en líklega þá vinnumarkaðsmódel í öðru löndum. Þetta gengur líka þvert á svona hugmyndir ríkisstjórnar og Seðlabankarins sem að það að vinnumarkaðsmódelið sé eitthvað megin í íslensku samfélagi. Já, ég túlka þetta sem svo hann hefur verið að vísa í lífskjarasamningarna þarna. Það sem að var í raun og veru leiðrétt skattskriðið að hluta til.
þannig að með þeim samningum var tryggt að þeir sem væru, þetta var fyrir verðbólguna náttúrulega, og svo eru þeir núna að benda á, Ísland kom vel út úr COVID, þetta er náttúrulega gert svona fyrir fjölda landa, Ísland kom vel út úr COVID, það varð ekki ójöfnuður í heimsfaraldrinum hér, það náðist síðan að endurræsa hagkerfið, þökk sé ferðamanniðna og innlendri eftirspurn vegna þess að fólk fór að eyða sparnaðinum. En síðan við stríðið að þá kemur verðbólgan allan heim og hér hún sko að dreifast ekki að lækka eins mikið og í samanburðarlöndunum okkar. Þeir get ekki sagt hún ekki að lækka nóg mikið eða en modestly, hún er að minnka allt og lítið og hún er ennþá 7% hérna. Þetta er náttúrulega gagnrýnipunktar í því, sérstaklega maður ber saman við löndin sem við berum okkur saman við. Og þess vegna er þetta aðalpunkturinn hjá þeim, að það verður að gæta því, þó það þurfa að ná að loka gatinu á halla ríkissjóði, þá verður að gæta því að það kom ekki niður á þeim sem er að fara verst út úr verðbólgunni og þetta á algjörlega eftir að sjá hvernig á að gera. Og svo var einn lokapunktur hjá þeim sem að var mér fannst líka mjög merkilegur, sko, að ætli Ísland sér að ná sínum metnaðarfullu markmiðum í loftslagsmálum, að þá verður að gera viðbótar, það sem þeir kalla policy effort, það verður að gera alvarlega stefnubreytingu í því hvernig málum er háttað. Skiljanlega, því að núverandi stefna er ekki að skila neinum árangri, þannig að það er lurt að gera kröfur og þá sé stefnunu breyta, verið klikka fólk sem héldi áfram óbreytti stefnu en reiknaði með einhverju skyndilegri allt annar útkomu. Já, og þannig eru þeir bara að benda á staðreyndir og þú veist, útblásturinn er ekki að minnka og þó að sé búin að setja einhver fín markmið og uppfærslan á aðgerðaáætluninni, þar verður að koma hvernig á að ná þessu til að við verðum lág kolefnis hagkerfi og þeir nefna meira sér að samningin við Evrópusambandið líka í þessu, þú veist, þetta gæti haft áhrif á ferðaþjónustuna að segja, en þeir eru náttúrulega líka að segja, þeir eru óbeint að segja þannig, hvernig ætlaði að gera það og hvað er það að segja, þú veist, það er ekki hægt að vera alltaf að setja sér rosalega fín markmið og ætla síðan að fá bara undan þá og ætla að ná þeim, eins og við gerðum í Kyoto eða telja þrisa sinnum fram að við hefum byggt hitaveitu fyrir 100 árum og þess vegna séum við, heimurinn er bara búin að hreyfast svo rosalega frontinum síðastliðin örfá ár, þannig að hér erum við að verða bara langt á eftir og þeir skoða náttúrulega stefnumörkun sem stjórnvöld setja sér og svo skoða þeir hvernig gengur að fylgja eftir, þannig að þetta er mjög mikilvægt að svona ytri sýn eins og aðhaldi frá fjármálaráði og loftslagsráði eiga að vera að veita, en hér einhvern veginn innanlands virðist að voða loft nást bara í einhverjum svona almannatengsla fulltrúa snúningum en það gengur ekki lengur, það er ekki hægt, sko. Það er ljóst að Bjarni var ekki að dúksa í dag að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og það láti alltaf þannig þegar hann talar efnahagsmál eins og Ísland sé beri af öðru þjóðum. Líklega er þetta lág einkunn, kannski var hann bara að fá D, þannig auglýsir Sjálfstæðisflokkurinn sér núna, þannig að hægt að nota fálkan í kynningarefni, heldur er bara eitt stórt D, kannski stendur það bara fyrir einkunna D sem eru falleinkunn. Mér finnst þetta svona, ég hef lesið þetta núna undanfarnar 6 ár svona reglulega, sko, mér finnst þetta ansi hörð gagnrýni sem kemur þarna fram. Það var spennandi að sjá skýrsluna þegar hvað stjórnin gerir, hvort hún herði á þessu eða mildi þetta. Og vonandi vaknar ríkisstjórnin og Seðlabankinn því að við getum ekki lifað við óbreytta efnahagsstefnu. Kæra þakkir Ásgeir Brynjar fyrir að taka upp símann. Við höldum áfram að hringja og nú ætlum við að hringja niður í Ráðhús eftir augnablik. Þá ætlum við að heyra í
hvað var að gerast í Ráðhúsinu í dag. Það var borgarstjórnarfundur verið að afgreiða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir síðasta árs sem eins og kunnugt er ekki fagurt plagg. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hérna á línunni, blessuð Sanna. Sæll. Hvað segirðu? Var þetta afgreitt með standandi lóaklappi, þessi ársreikningur? Nei, alls ekki. Við staðfestum hann, en svo eru 2 flokkar sem staðfestum með fyrirvara, sem sagt Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að mér skilst við séum öll búin að skrifa undir og við þurftum öll að staðfesta þetta með atkvæðagreiðslu, en það var ekki, við vorum ekki sátt við niðurstöðuna. Fyrirvara hvað, manstu það? Það kom ekki fram í ræðum á fundinum, en mig grunar það sé fyrirvari vegna þess að það var villa í ársreikningnum sem var síðan lagað og þá örugglega verið að hugsa allt rétt sem kemur þarna fram í ársreikningnum til þess að byrja með. Það var stór villa, munaði að skuldastaðan var eiginlega 2,5 milljarði verri heldur en var í fyrstu útgáfu. Einmitt, og þetta sýnir fram á veltu fyrir rekstri neikvætt, en það var staðan var betri áður en þessi villa sem sagt var fundin, þannig að staðan ekki góð. Nei. Herðu, en nú hafa verið að versna staðan hjá sveitarfélögunum með hækkandi vöxtum að étur upp fjárhagsstöðu sveitarfélagana. Og þetta ekki bara Reykjavík, þetta Árborg og mun örugglega við munum heyra fleiri fréttir af þessu. Þess að mörguleyti þá var að koma fram sem að meðal annars þú hefur gagnrýnt að svona tekjustofnar sveitarfélagana séu of veikir til þess að standa undir þeirri þjónustu sem að íbúarnir vilja. Einmitt. Sko við erum með útsvar sem stærsta sem að við fáum til þess að reka borgina, það 60,6% af rekstrartekjum borgarinnar árið 2022. Og eins og við vitum og hefur verið að benda á, þá útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur, þannig að fjármagnseigendur, ríkasta fólkið, það ekki að greiða neitt af sínum tekjum í útsvar, þannig að það gengur bara borgina og notar alla þjónustuna án þess að vera að greiða í okkar sameiginlega sjóð og okkur finnst mjög mikilvægt að leiðrétta þetta, en það þarf að eiga sér stað inn á Alþingi, þar sem við getum ekki breytt þessu bara með einu pennastriki í Ráðhúsinu. Hvað það mikill peningur? Ef það yrði lagt útsvar á fjármagnstekjur, hvað það mikið, skiptir það miklu máli fyrir Reykjavíkurborg? Já, við erum að tala milljarða fyrir Reykjavíkurborg. Minnir að það hafi verið kringum 67 milljarða á síðasta ári sem hefði verið hægt að gera ráð fyrir, þannig að þetta eru milljarðar á hverju einasta ári. Já, sem að færi þá í, 15 milljarða halli á síðasta ári? Já, rúmlega það, 15 milljarða halli, þannig að ef við erum að fá einn tekjur fyrir öllum sem búi í borginni, þá myndum við ekki þurfa að taka eins stór lán, gerir ég ráð fyrir. En það dugar ekki til og þannig að hvað þá til ráða? Og þá að skera niður þjónustu hitt sem eða ættu sveitarfélögin að innheimta meiri skatta? Já, mér finnst það að vera mikilvægt og sérstaklega við skoðum eins og skatta á atvinnu húsnæði, þeir voru lækkaðir í kjölfar COVID árið 2021 og það sem leiddi til þess að Reykjavíkurborg varð af 450 milljónum árið 2021 vegna þess að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði voru lækkaðir. Þetta var hugsað sem svona sérstök COVID-aðgerð, þessi flata skattalækkun. Það var náttúrulega ekkert verið að skoða í rauninni ólíka stöðu fyrirtækjanna, heldur bara flöt skattalækkun á öll fyrirtæki í borginni og þetta hefur síðan ekkert gengið tilbaka. Það var í rauninni verið að flýta þessu, þetta var í meirihlutasáttmála á síðasta kjörtímabili, kemur inn frá Viðreisn. Og þá var verið að flýta dálítið því að þetta tæki gildi, en svo erum við þá með gat í staðinn þegar við ákveðum að lækka skatta á fyrirtækin í borginni. Þannig að Reykjavíkurborg var að gera það sama og íhaldsflokkurinn í Bretlandi síðan haust að lækka skatta á fjármagns- og fyrirtækjaeigendur en upp á bara með það að auka skuldinar. Það var ekki nein forseta til lækkuninnar. Og við sjáum líka að þetta hefur bara áhrif á hækkun gjaldskráa sem var hækkuð síðan í kjölfarið 2 sinnum árið 2022, þannig að þetta bara beintengst þarna á milli að einhvers staðar þarf að ná í fjármagni sem var ekki til, þannig að við sjáum að bara gjöld byrja að hækkuð almenning á móti. En eitt að hækka skatta, en svo að ég ekki með þegar þið viljið fara út í stórfellda niðurskurð og þjónustu, má samt ekki draga aðeins úr útgjöldum Reykjavíkurborgar? Jú, það þarf að einmitt skoða hvað verið að setja peningin í og þá höfum við sérstaklega líka verið að tala bara svona launastefnu fyrir Reykjavíkurborg og fyrirtæki eigu hennar. Við sjáum þá síðust ári að laun forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur sem sem sagt fyrirtæki að mestum hluta eigu borgarinnar
voru 2,8 milljónir á mánuði og voru þarna að hækka. Þannig að þetta er greiðlega há upphæð fyrir í rauninni forstjóra sem er þarna yfir félagi eigu okkar borgarbúa og næst í 8-föld lágmarkslaun árið 2022. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að taka fyrir, að við svona lítum inn á við og skoðum í rauninni launamálinu og þessu þróun sem hefur átt sér stað þar. Að það sé svona efsta lagið í borginni sé á óeðlilega háum launum. Já, og við sjáum bara að þetta hækkar og það virðist einhvern veginn ekki aldrei vera hægt að ræða þetta. En var ekki verið að ræða þetta á fundum í dag að launakostnaður borgarina væri of hár og hver var þá hugmyndin að fækka starfsfólki, lækka launin eða hvað? Það voru í rauninni ekki sett fram neinar hugmyndir af fulltrúum meirihlutans varðandi þetta, heldur bara að talað að þau ætla að ná í rauninni hlutfallinu, þau ætla að ná að lækka þetta hlutfall, þannig að launakostnaður verði lægra hlutfall af heildarútgjöldum borgarinnar, það er þeirra markmið, en þau hafa ekki sett fram neina tölur í þeim efnum. Eina sem þau hafa í rauninni sett fram er svona ráðningastopp eða svona ráðningabremsa, að þau sé ekki að ráða í störf sem er nema þessu nauðsynleg störf. Og hafa þeir verið að ráða mikið í ónauðsynleg störf hingað til? Já, við sáum til dæmis að það var auglýst eftir verkefnastjóra framtíðarinnar eða verkefnastjóra sem átti að halda utan verkefni frá upphafi til enda og maður svona velti fyrir sér hvort að það sé alveg nauðsynlegasta starfið þegar við erum að hugsa allar þessar grunnþjónustu sem við bjóðum upp á, þannig að það er svona ýmislegt sem við sjáum sem að sitt spurningamerki við. Já, og þetta var auglýst eftir að meirihlutinn tilkynnti að hann ætlaði ekki að ráða í ónauðsynleg störf. Ég bara velti fyrir hvaða hefur hann verið mikið að ráða í ónauðsynleg störf? Hvað er það? Hvað er ónauðsynleg starf sem er ráðið í? Sko, ég myndi náttúrulega segja að flest störfin séu mikilvæg, en þetta er meira kannski launastruktúr starfana. Og meðan þau eru öll mikilvæg þá sjáum við að laun þeirra lægstöðnu eins og til dæmis inn á leikskóla og inn á grunnskólum eru bara ekki í neinu takti við eins og var að nefna laun forstjóra. Þannig að þegar við erum komið svona forstjóra yfir mörgum félögum í eigu borgarinnar sem eru að fá svona gríðarlega háa tekjur okkur einsta mánuði, þá finnst mér bara eðlilegt að lækka þau. Hérna á þingi og í ríkisstjórn, þá setjum við uppi með svona ríkisstjórn sem er að bara kafna úr stemmingsleysi. Hún var mynduð á sínum tíma þegar leit út fyrir að væri hægt að hækka útgjöld mikið og væri til að auðvelda að vera í ríkisstjórn og svo kom COVID og eitthvað svona, svo þegar COVID er farið og raunveruleikinn kemur inn að þá kemur í ljós að það er eiginlega engin stemming í ríkisstjórninni. Hver er staðan á meirihlutanum? Manni virðist að það sem hann var myndaður svona til dæmis hugmyndir Einars og Framsóknarflokksins þegar gangin inn að meirihluta. Hljóta hafa verið aðrar heldur en er komið á daginn núna. Hver er stemmingin í meirihlutanum og ráðhúsinu? Hvers svona tíma erum við að fara að horfa upp á? Mér stemmingin bara rosalega slöpp. Framsókn boðaði þarna breytingar, en svo sjáum við að þau hafa rauninni bara gengið inn í þessa meirihlutastefnu, meirihlutapólitík og þetta er bara rauninni framlegging af því sem átti sér stað á síðasta kjörtímabili, nema mér finnst í rauninni niðurskurðurinn og hugmyndir hagræðingartillögur vera verri. Það er mikið verið að skerða í þjónustu við börn og ungmenni. Þannig að stemmingin, ég myndi segja að hún sé slöpp, það er ekki mikið svona fighting power, svo ég fá að sletta hérna á ensku og ekki mikið kannski vera að ræða svona hugmyndir hvert við viljum fara, mikið vera að rökra við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þau séu einhvern veginn að gagnrýna meirihlutann í borginni á sama tíma þau séu ekki að gagnrýna ríkisstjórnina, þar sem að Bjarni Benediktsson fer í forsvari fyrir efnahagsmálunum. Þannig þetta er mikið svona fram og tilbaka og kannski ekki svona hugmyndir og hvernig við viljum ákvæða næstu skref. Meirihlutinn segist vera með plan sem að sé bara mjög vel sett saman og við þurfum ekki að ágjöra neinu og það er bara að fylgja því, en það er svona erfitt að átta sig á því hvernig sú vegferð eigi að líta út. Sér þá Dagur það fyrir sér að í borgarstjórn væri fólk að gagnrýna reksturinn á Garðabæ og ríkinu, en ekki að Reykjavíkurborg? Það var með sérstaklega glæru þar sem hann fjallaði í rauninni skulda með annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og var þar að taka fram að Reykjavík og Kópavogur kæmi svona sérstaklega vel út í samanburði við önnur sveitarfélög, en það var mikið svona til umfjöllunar hvað hin sveitarfélögin er að gera og svona hvað ríkið er að gera hinum megin við götuna. En það verða breytingar í Reykjavík, en kannski ekki það sem að fólk hélt að Framsóknarflokkur verið að meina. Það verður stefna að vera svo sama, en það verður bara gert minna. Það verður breytingin. Já, mér sýnist það. Það er svona breytingin og svona
mikið verið að bitna þjónustu við börn og ungmenni ef þessar hagræðingartillögur sem voru kynntar í lok árs 2022 ná fram að ganga. Það hefur komið fram í mörgum könnunum að almenningur hefur ekki mikla trú á borgarstjórninni og það var gerð könnun á vegum Maskínu sem við kalla borgarvitan, þess að spurt hitt og þetta og það var meðal annars spurt það hvaða borgarfulltrúa fólk finnst hafa staðið sér best á þessu kjörtímabili. Þar var Sanna Magdalena, það þú, með 21,4% sem við sögðu það. Næst kom Hildur með 13,2%, svo Dagur með 11,3%. Þetta eiginlega fáralega góð niðurstaða fyrir oddvita í litlum flokki, Sanna. Já, ég verð að taka til það. Já. Og hver skýringin á þessu? Já, náttúrulega ekki verið að spyrja því, þetta spyrja bara stjórnmálaskýrindur á þessu. Ég held að þjóna bara áherslu okkar í borgarstjórnir að vera í tengslu við fólki í borginni, við leggjum greiðlega mikla áherslu á það og spurning hvort að það sé að við sjáum það í þessum tölum, að við erum að hringja og tala við fólk og erum með opna viðtalstíma og við hefum heyrt að sé mikil ánægja af því, þannig að það greinilega eitthvað þarna sem við erum að gera rétt. Eitthvað sem þið gerir rétt, en sigurvegari síðustu kosningar í borginni var Einar Þorsteinsson og Framsóknarflokkurinn. En það bara 6% sem nefna hann. Það lítur að vera erfitt fyrir hann að taka við sem borgarstjóri með svona lítinn byr í seglum. Einmitt, og þetta dálítið sem að vera að passa sig þegar maður verið borgarfulltrúi að festast ekki inn á öllum sem fundum inn á Ráðhúsinu. Rosalega margir fundir og þá einhvern veginn getur maður gleymt sér bara í því að rökra við aðra borgarfulltrúi og einhvern veginn stígi ekki út fyrir Ráðhúsi og vera með annan fótinn þar og hinn bara út í samfélaginu. Já. Heldur þetta sem vandi Einars að hafa sogast inn í bakherbergisfundi meirihlutans í staðinn fyrir að halda kosningabarátuna áfram og tala við almenningi í borginni? Já, ég held að það sé líka verið að telja okkur trú að það sé alls konar svona fundir sem við verðum að mæta á, örfundir hér, kynning á skýrslu þar, niðurstaða einhvers fundar á Zoom, þannig að dagatali getur verið mjög fljótt að fyllast ef maður ætlar sér að mæta á allt sem að maður svona kannski heldur að maður þurfa að mæta en svo hefur maður eitthvað hag á því þegar eitthvað staðið. Þannig að fólk alltaf í einhverju bakherbyrgi og sér kannski ekki lífið í borginni og kannski með minni sans fyrir vonum og væntingu borgarbúa eins og sagt er. Já, ég myndi svona ef ég ætti að greina það, þá myndi ég lítið þess og segja það er málið. Herðu Sanna, til hafingjum með þessa ágætu útkomu í þessari skoðanakönnun og gangið bara sem best. Takk fyrir. Takk. Við ætlum að halda áfram við rauðaborði. Ég sitt bara og hringi vegna þess að græjurnar sem voru í stúdíunni einu sinni þær eru horfnar. En við eigum eina gamla kameru og eitt brotinn síma og notum það til þess að búa til sjónvarp og ég ætla næst að hringja út í heim og tala við mann sem hefur kynnst gervigrindin. Ég ætla að spyrja hvað svona karakter þessi gervigrind er eftir augnablik. Já, við höfum svona undanfarnar vikur verið að ræða gervigrind og reyna átt okkur á því hvaða fyrirbrigði það er, hvaða áhrif það getur haft og kannski hvað svona karakter þetta er jáfnvel. Jón Guðnason, hann er dósent í gervigrindarsetri í verkfræðideildinni í Háskólanum í Reykjavík og hann er kemur inn í gegnum netið. Blessaður Jón. Sælvöktu. Já, því að þú hefur nú kynnst gervigrindinni, ég vil ekkert kynnst henni, þá má nú bara spyrja hvers konar er þetta klárt kvikindi? Já, þetta getur gert ansi margt og tækninni fleygir fram og við heyrum alltaf meira og meira af gervigrind og hvað er að gera. Það er mikið svona hæp í kringum þetta hugtak en það er búið að vera með okkur alveg í 70 ár eða svo, búið að vera bara fræðigrein og áhugi hjá mörgum. En svo svona fyrir 10 árum og þá fekk markaðurinn fengu viðskipti og fyrirtæki mikinn áhuga og notuðu þetta hugtak í meira svona auglýsinga til að auglýsa hvað það verður að gera og við það svona byltu í raun og veru þessari grein
og það voru svona kannski fleiri greinar innan tölvunarfræðina sem var svona kannski saminuðust undir þetta heiti. Þannig að þetta gengur svo mikið bara út á að gera hlutina meira sjálfvirkari og fá tölvuna til þess að hætta að gera meira en þess sem hafa verið að gera. Gera meira en henni sagt að gera, heldur að hún fatti eiginlega sjálf hvað hún á að gera. Já, akkurat, sko. Svona klassísk forritun og klassísk forrit, þau eru forrituð bara og það bara, þetta er bara svona, risastór reiknivél með miklu minni og þú segir bara hvert tölurnar eiga að fara og hvaða pixlar eiga að birtast og þess að þar. En þegar við komum út í gervigreind þá erum við komið meira út í að leyfa kerfinu, forritunu eða hvað sem þetta heitir, að taka sífellt sjálfstæðri ákvarðanir, segja. Þannig að þetta er svona almennt séð. En þú ert að vinna með gervigreind og hefur verið að því mörg undanfarin ár. Hvernig starfsfélagi er þetta? Mér finnst þetta mjög spennandi. Ég held að vera mjög spennandi fyrir þessu. Mitt sérsvið er talmál og greining á tali og talmerkjafræði og talvinnsla hefur oft verið í farabroddi í notkun gervigreindar. Ég kem að þessu sem verkfræðingur frekar en stúdera gervigreindina per se, þannig að ég er meira nota gervigreindina og komin í gagnið til þess að í raun og veru skýra hvað er verið að segja og hvernig þetta búa til tal líka. Þannig að við og þetta er bara í mínu sérsviði er þetta bara mjög mikilvægt en þetta er náttúrulega á mörgum sviðum gervigreind. En af hverju er þessi áhersla á tal? Er það til þess að frelsa okkur úr helsi ritmálsins eða hvað? Mér finnst það hefur alltaf verið mér finnst talmáli vera spennandi vegna þess að mér finnst talmáli vera miklu meira eiginslegra að tjá okkur með tali frekar en að skrifum og það kemur svo margt fram í tali sem ekki kemur fram í texta. Þetta er auðvitað öðruvísi samskiptamáti og er miklu óformlegri og kvikari. En það sem að kemur fram í talmáli umfram í textanum er einmitt eitthvað sem að kannski maður myndi ætla að tölvanetti erfiðleikum með að merkja sem er blær og tónn og undirtexti og tilfinningar og annað sem er í sem að flestir eiga auðveldra með að tjá sig í tölumáli heldur en í ritmáli. Þú þarf til að vera snillingur á pennan til að ná þeirri tilfinningu sem að þú missir við að fara úr talmálunni yfir í ritmálið. Já, það er einmitt bara áskoranir í talgreiningu og talvinnslu. Þessa dagana er að nota gervigreindina ekki bara að skýra út eða skrifa niður hvað er verið að segja, heldur líka hvaða áherslu er verið að leggja og hver er að tala er mjög, þú veist þannig að það er þetta auðkenna upp að þessu marki hver talandan. Svo er þetta líka notað mikið í svona heilbrigðistækni, verið að reyna að greina hvort að fólk sé til dæmis stressað eða með einhver sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis. Það hljómar allt sem eitthvað svona njósnatæki að finna hver er að tala, er hann stressaður. Ég sé fyrir mig bara svona kaldastríðsbíómynd þegar þú ert að lýsa þessu. Það er nefnilega margt sem að kemur þarna við sem er svona á siðferðislegu nótunum og þarf að stíga varlega til jarðar. Ég hef verið með annar rannsóknarverkefni í samstarfi við samfræðina í HR þar sem við erum að skoða möguleikana á því að nota þetta til þess að greina hvort að flugfarastjórar séu orðnir of stressaðir eða ekki nógu mikið stressaðir til þess að vinna vinnuna sína. Þannig að þetta getur verið mjög hentugt fyrir svona fólk sem er í kritísku starfi. En vissulega má misnota þessa tækni og það eru þetta hluti af því sem fólk er að segja núna með gervigreindina að það er svona ákveðin teikn á lofti með hættur og annað. En ef ég má aðeins halda áfram þetta með ritmálið og talmálið því að ég hef svolítið
Því ég er blaðamaður og byrja í texta og sitt núna hérna og tala allt upp á mér. Ég hef alltaf svona tilfinningunum við værum að frekar að fara yfir í meira talmál og annars slíkt og séð fyrir mér að það hleypir umverulega stórum mössum inn í umræðuna sem að sumuleyti voru utan hennar út af því að hvað ritmálið er umverulega erfitt tæki. Það þarf tiltölulega mikla leikni til þess að geta tjáð sig sterkt á ritmáli á meðan að okkur er það eiginlega náttúrulegt að tjá okkur í talmáli. Er eitthvað svona hugmynd á bakvið þetta að það sé eitthvað, ég segi ekki svona opni fyrir lýðræði eitthvað slíkt að það hleypi fleirum að tækninni og valkostum og tækifærum ef að við erum meira í talmálinu heldur en í ritmálinu. Alveg hiklaust og við höfum verið í góð samstarfi til dæmis við félag lesblindra og blindrafélagið og þar sem að áherslan er lögð á í raun og veru bara grunn mannréttindi, fólk sem að á einhvern hátt út af einhverjum ástæðum getur ekki tjáð sig í gegnum texta og við höfum hérna það hefur verið mjög lærdómsríkt í raun og veru að vinna með þessum hópum og hérna og það má líka kannski segja það, þú veist, það er ekki bara lesblinda eða sjúkdómar, það getur líka verið bara annarsmáls þættir. Þannig að við höfum verið að vinna með hjálpa búa til tækni sem að leyfir fólki að læra íslensku sem er með annar mál. Og okkur kannski að ypa gogga út í heimi þó að við séum að tala mál sem að við engi skilur. Það er svo hlutastlega fáir að þeir eru að segja að skiljið engin íslensku. Já. Og það er að brúa þessi tungumála skil sem er á milli landa og menningarheima sem er vonandi til þess betra en það getur auðvitað brugðið til beggja vona með í því. Ég veit ekki hvort ég megi verið að toga þið lengra eftir þessari braut en gætum að sé það jáfnvel þannig fyrir sér að svo manntegund sem að náði sterkari stöðu með Gutenberg-byltingunni að hún sé kannski að svona yfirburðastaða hennar gæti minnkað við það breytingar sem eru ófyrirsjáanlegar. Já, ég meina það eru Gutenberg-byltingin og þessilega, í stóra samhenginu þá er þetta prentverkið var stór bylting og eins og bara fleiri tækniframfarir, Edison og Síminn og fyrir 130 árum eða 50 árum síðan og við hverja svona byltingu þá hefur þetta bara umtalsverða breytingar í för með sér í samfélaginu og margs konar öðruvísi fólk kemst að sem ekki komst að áður. Tæknibreytingar hafa alltaf þetta í för með sér að það býr til tækifæri fyrir fólk sem mögulega hafi ekki tækifæri áður. Við sjáum þetta í pólitískri sögu, þar sem að útvarpið bjó til Hitler, sjónvarpið bjó til Kennedy, samskiptamiðlandi bjó til Trump, og Guð hjálpa okkur hvað gervigreindi kemur með hand okkur. Já, við bíðum bara spennt og sjáum til. Já. Herðu, en þú myndist á varúðarorðin, þeirri sem er að vinna með þetta, finnst tæknin fara of hratt og þessi alls konar álitamál sem eigi eftir að finna út úr hversu sem á að gera það. Hvað, þú vinnandi með gervigreind alla daga, hvernig slærir þetta þig, þessi varúðarorð? Ég hugsa alltaf meir og meir þetta í svona undanfarin ár. Mér fannst þessi umræða svona þegar ég var, nýbyrjaður sem fastur starfsmaður í háskóla, lektor, dósent, svona, við erum svo sérhæf, við erum svo mikið að vinna bara við að leysa einhver lítil mikilvæg vandamál til að koma tækninni áfram og það er margt fólk eins og ég held gruna mig sem að bara hugsa kannski ekki alveg stóru myndina eins mikið og hugsar tæknina sem slíka og það er þannig að ég er svona svolítið svona eins og kannski fræðimenn eru hikandi við að fara að
að blása eitthvað út. Það ekki fyrir maður kannski komin á eldri ár eins og var í fréttum dögunum að Geoffrey Hinton, mikilvægur rannsakandi í gervigreind var að segja sig frá Google svo hann geti talað meira þetta. Svona það ekki fyrir þá sem að, þú veist, þeir fara að tala, okkar stétt sem að fer að tala, kannski. Fólk orðið eldra og komið með svona yfirsýn. Þess að oft gerist hjá fræðimönnum að það er svona efri árum sem að menn fá svona góða yfirsýn á meðan að kannski yngri menninir eru bara á kafi ofan í tilteknum verkefnum. Svolítið og kannski tæknimegin. Ég myndi segja kannski að fólk, ég kannski þekkja en mig grunar að þetta sé kannski aðeins öðruvísi þegar kemur að hugvísindunum og félagsvísindunum þar sem að, þú veist, þeirra verksvið beinlínis að skoða umræðina og skoða svona hlutinni í stærri samhengi og það, sko, við það, kona mín félagsvísindunum stjórnmálafræðingur og lögfræðingur og vinnur hjá HÍ og ég heyri mikið hvað er að gerast þar og ég er svolítið hræddur um að sko þekking á tækninni sé kannski ekki nóg á þeim sviðum því að þar sko því að mér finnst okkur vantar í raun og veru fleiri lið með okkur til þess að skilja hvað er að gerast og þetta á ekki bara að vera einkamál okkar tæknimanna okkar tæknifólks að hver tæknin er að fara. En einhver getur orðað þetta öfugt, Jón, að sagt að ykkur vanti sko eitthvað sans fyrir félagslegum þáttum, ykkur vanti sans fyrir siðferði og öðru slíku. Þú ert eiginlega að segja að siðfræðingur hann þurfi líka að verða svolítið sleipar í tækninni til þess að samtali geti farið fram. Ég held að ég kalla eftir svona ekki minni sérhæfingu en ekki sömu einblendingu á sérhæfinguna við þurfum meira renaissance fólk sem að getur aðeins hort yfir sviðið og tala saman og unnið saman milli sviða. Vísindasamfélagið það er mjög erfitt að stunda þverfaglega rannsóknir. En gætum við ekki líka sagt, Jón, að það skiptir engu máli hvað þú segir eða hvað ég segir, þeir sem að munu ákveða þetta eru þeir sem að eiga þetta, reka peningana í þetta og þar verða ákvarðanir teknar hversu hratt þetta þróast. Jú, sko það er ákveðin hugsunarháttur og stundum verður maður bara svona, þú veist, leiðir maður upp höndunum og þú veist bara hvað máli skiptir þetta þegar Elon Musk bara ákveður þetta eða eitthvað, en sko ég held nú samt að sko ríka fólki stjórnast líka af almenningsáliti og pólitík og þetta eru stór áhrif sem að hafa, þú veist, ganga í báðar áttir, myndi ég halda. Og þeir eru líka, þó svo að kannski stóri kraftar í markaðnum, í kapitaliska kerfinu sem við búum í, sem er erfitt að eiga við, en ég trúi því nú samt að langt flestir einstaklingarnir saman hversu ríkir þeir eru eða áhrifamiklir að þá held ég að þeir búi yfir góðum ásetningi. Allavega þegar kemur að svona, þú veist, endalokum mannkyns spurningum og öðru þess að það sko. Mikilvæg trúðin, það ekki má vel vera já, þeir eru alveg sama þótt að þeir eru bara að vera ríkastir. En það er ljóst að við erum að einhverju leyti, svona kerfin okkar og umræðan og allt þetta er að einhverju leyti illa undir þetta búin og þá er eftir að spyrja raunverulega hver er hættan, sko, hver gæti skaðin orðið og hversu áríðandi er að það verði fundin einhver leið til þess að taka einhver svona sameiginlega ákvörðun hversu hratt þetta getur gerst og hvernig þetta getur þróast. Já, það eru alveg nokkrar hættur sem það er kannski mikilvægt að reifa. Og það er sko, fyrsta lagi bara, sko, það er bara spurningin hvort að tæknin ýti undir mismunum milli þjóðfélagshópa eða ekki. Og ég held að það sé
mikilvægt að ég held að það sé mjög bara áríðandi og vandamál sem að ég held að flest tæknifyrirtæki sé að vinna í en tækninni sem kemur svona ný upp úr kassanum 5 ára gömul eða svo hún getur verið svolítið svona séð dæmi það að birtist mjög rasískar einfalda gervigreindir sem að þarf að bara spyrja upp á nýtt að búa til og annað sko og stundum getur stundum getur hlutdrægnin verið mjög svona hvað maður segja svona hún ekki alveg augljós en svona þessi hlutdrægni bias eins og kallað ensku það mjög mikið unnið og skoðað varðandi það. Ég veit til dæmis að fyrirtæki sem að kom með þetta sem var mikið í frétt og mikið í fréttum dögunum, ChatGPT, OpenAI, þeir voru með heila deild sem að að skoða bias í netinu sínu og að passa upp á að gera sem minnst af því. Og ég held að gangi alveg sæmilega með það, en þetta svona eitthvað sem að það þarf að hafa hafa augunni opin. Það er raunverulega hægt á því að gervigreindin dreifi of heimsku samfélagið. Já, það er sko einmitt, svo kemur það sko bara svona hvað er rétt og hvað er ekki rétt. Þú veist, það er dæmi núna nýlega bara að þú veist, gervigreindin sé bara búa til eitthvað, bara býr til eitthvað sem er mjög samfærandi en þú veist, það gerist aldrei og þetta er bara, er ekki eitthvað nýlegt dæmi að einhver spurði hver Jóhanna Sigurðardóttir væri og það var sagt að hún hefði verið formaður Sjálfstæðisflokksins og bara mjög sannfærandi svona textum hvað henni hefði gengið vel með Sjálfstæðisflokksins. Og rökstuðu það bara ef þú andmælir þá bara gervigreindin bara eins og besserwisser vilja vera, bara þrætir á móti. Já, þannig að þessi spjallmenni eins og eru núna, þú veist, það er ekki til í raun, sjánast ekki til en greind bak við hana. Greindin felst í bara því að geta búið til góðan texta. Þannig að það liggur greindin. En hún nær ekki lengt dýpra en svo að hún veit voðalega lítið heiminn. Ég skjóti inn einu, það var einhvern tímann manni eftir, það var einhver að veltaði fyrir sér af hverju Halldór Laxness hefði trúað svo lengi á Stalín og félaga og þetta svona, ég veit ekki hvað þetta er interessant umræða, en ég man að niðurstaðan var svo að maðurinn komst að vera niðurstöðu og sagði sér svo að eins og margir stílistar þá var Laxness að sömuleyti sko ástfanginn af pennanum sínum og hann vildi trúa því sem að var vel stílað. Þannig að ef að gat orðað það fallega, þá vildi hann trúa því. Og mér datti ég þurfa að segja þetta að spjallmennið, ef það er fyrst og fremst að hugsa að búa til orð og svona, að þá vill að falla svolítið fyrir því ef þau tekst að búa til setningarnar og mæla hlutina fram, þá vill að trúa því. Já. Ekki endilega að sé eitthvað vitað á bakvið, sko. Já, þetta er svona bara einhvern veginn tilfinning fyrir eitthvað harri hugsun, sko. Já, einmitt. Bara svona einhvern veginn í viðbræðinu, sko. Hvað er rétt og hvað er ekki. Og þú veist, það er ennþá verið að setja þessa hluti saman. Það er langur vegur í að búa til eitthvað sem að myndi kallast greind hana bakvið. Ekki það að fólk sé alltaf að reyna og hlutirnir hafa stundum þann eiginleika gerast fyrr en maður heldur. Þannig að ég En hættan, þú ert eiginlega að tala frekar ágalla heldur beint hættu. Er ekki hætta á að gervigreindin taki yfir með einhverjum hætti? Já, það er svona stóra, svona meira langtíma hættan. Það eru fleiri ljón í veginum bara núna, svona sem að, þú veist, já, þannig að ég byrjaði á þessari hlutdrægni sem stórt mál, en svo eru falsfréttir auðvitað annað, þú veist, notkun gervigreindar í heriðnaðinum, sko. Þú veist, það er svona, já, ég hef nú ekki kynnt mér það nógu vel, sko, en ég get ímyndað mér að það sé fólk sem að reyna að búa til eitthvað sem ætti alls ekkert að vera að reyna að búa til.
Eftirlit með fólki og brota á svona persónuvernd eða Já, sem verið að greina fólk bara á labbi út á götu og... Já, það eru þetta, svona eftirlits innan, það er í sjálfum sér sko, hefur ekki verið mikið talað um það innan gervigreindarinnar sem slíkrar, heldur frekar bara sem vandamál innan sko, bara tækninar og tölvunarfræðina. Það má auðvitað sko, það er ekki í sjálfum sér gervigreind það sem kemur að heldur frekar bara manneskjan og hvernig hún notar sko, greiningartækni og eftirlits sko, hvernig við förum með hlutun á netinu og hvernig Facebook og Google fylgjast með okkur til þess að geta sett auglýsingar fyrir framan okkur og með svipari tækni er þetta í raun og veru ít okkur í einhverja átt sem að við höfum annars ekki farið og þá förum við að sko tala hvort að við séum með mannfólki séu komið með sko sjálfstæðan vilja eða ekki. Tæknin í raun og veru fann að stýra okkur það mikið að við getum farið að draga sjálfsákvörðunarrétt manneskjunnar í efa sko. Ég var að vísa til þess að fólk gervigreind geti hjálpa tölvunum til þess að þekkja okkur út á götu og sem að verða að greina okkur eiginlega alls þar, það var eiginlega no place to hide, eins og sagt er. Já, svo er það líka eftirlits, það er meira svona, er það ekki, það er meira svona ríkisstjórnir sem að, ríki sem er meira að skoða, þetta er svona blanda saman, en auðvitað er þetta svona eftirlitsiðnaðurinn svolítið stórt mál. Og það má sjálfsagt segja að gervigreindin spili þar öllu líka. Þannig að svona... En hún getur orðið til þess að verði til samfélag sem er kannski ekki eins geðfellt og við myndum vilja. Flest af þessu nefnir er eiginlega við ítust út í samfélag sem er kannski ekkert eftir svona verð. Nei, einmitt. Já, einmitt. Og það er sko, og það er spurning hvort að við séum að, og þarna segi ég, það væri mjög gott að fá meira samtal milli greinana því að þarna erum við að tala hvernig við skipuleggjum samfélagið okkar, þjóðfélagið okkar. Ég ætla rétt að vona einhverjir aðrir en verkfræðingar sé að pæli því og geta kannski hjálpað okkur í að skilja það betur. Hvernig, því að þarna erum við ekki bara að tala um sko tölvuna sko, og tölvutæknin og tölvukerfin, heldur hvernig sko kerfi mannana virkar. Þetta er bara eitthvað sem að þetta er bara eitthvað sem að ríki og opinber starfsemi hefur gengið út á í árana raðir og búrókrasía og hvernig þannig að það á miklu lengri sögu heldur en tölvutæknin. Og kannski eftir að segja það að ef þú hellir gervigreindinni yfir samfélag sem er brokað eða óréttláta þá getur það bara magnað upp veikleikana og óréttlætið. Það lagar ekkert. Já, akkurat. Clinton hélt nú á sínu tíma að interneti myndi laga Kína og annað kom í ljós. Þeir náðu að loka fyrir internetið og stjórnaði. En við sjáum til hvernig þetta gengur en þannig að það er margtar. Og svo kannski síðasta atriði sem er svona, sem er í náinni, það er bara áhrif gervigreindarinnar á vinnumarkaðin. Og þar hef ég minnstar einhvern veginn áhyggjur. Þetta mun breyta vinnumarkaðinum, kannski einhverju leyti, og kannski er það alvarlegt fyrir einhverjar þjóðir út í heimi, en svona á Íslandi finnst mér, mér finnst einhvern veginn Ísland vera þannig þjóðfélag að við erum alltaf að ganga í gegnum einhverja breytingar. Íslendingar eru vanir því að fara með tækninni og síldin kemur, síldin kemur að ferðamenn, við hoppum í einu og annað og við erum vönnis. Og ég er þar lendi ekki mikið hræddur það þó að eðli starfa á Íslandi mun breytast, ég held að þjóðfélagið okkar sé mjög sveigjanlegt gagnvart því sko. En auðvitað hefur það áhrif. En ávinningurinn af velvæðingu vinnuaflsins
náttúrulega mest til þeirra sem eiga fyrirtækin og nú Já, það eiginlega fyrst og fremst einkaaðilar. Já. Það hafa verið svona hugmyndur að skattleggja velmennin á móti til þess að greiða fyrir líklega þær samfélagsumbreytingar sem þurfa að vera út af tap í starfa. Já, og þarna einmitt kemur samtali við félagsvísinda fólki líka og viðskiptafræðingarna og lögfræðingarna, sko. Hvernig getum við tekist á við þetta bara sem samfélag? Þegar þú veist, eiga bara eigendur fyrirtækja að njóta einir góðs af því að sjálfvirknin eða einhvern veginn hægt að deila þessum störfum, deila þessari hagnaði. Eða hvernig gerist það líka? Við höfum dæmi úr nýliðinni sögu á Íslandi að vélvæðing fiskvinnslunar, það ekkert svo langt síðan, ég held að sé bara svona 30 pluss ár síðan að voru 12.000 fiskverkafólk, mikið til konur, en núna er það vel innan við 2.000. Þá má velta fyrir sér ávinningurinn sem að vélvæðingin fól í sér. Hvert fór það? Það voru allavega ekki til þessara 10.000 sem ekki að vinna núna, heldur fór það til eigandana. Já, akkurat. Ég segi bara, ég vann í fiski sem unglingur og ungur maður og ég segi bara sem betur fer. Já, Marel frelsaði frá því að vera eitthvað staðar blautur í fæturnar í móttökunni í ykkur vistúsi. Já, ykkur slóri, ekki það hafi verið góður í lífsinsla, en ég held að það sé gott á okkur leiti að það þurfi ekki ykkur að gera þetta, sko. Já, það er alltaf spurningur hvert ávinningur fer. Það er spurningur hvert ávinningurinn á að fara og hann að renna bara beint til stærsta hlutans eða ekki. Já. Herðu, en þetta var það breytingar sem gætu orðið, en ég nefndi líka áríðanleikan af að við tökum ræðum þessa hluti og mótum einhverja aðgerði hvernig er tekið á móti þessari tækni. Hver er áríðanleikin? Er ómúlt að segja það? Getur tæknin í jólin verið orðin þannig að hún er kannski það sem að þú hélst fyrir 2 árum að yrði kannski miðju öldin eða eitthvað slíkt? Er raðin eða hröðunin orðin slík? Já, þetta er, held ég, þú veist, eitt af því sem að við keppumst við að reynum að forðast sem mest er að spá svona því að það er alveg garantí að maður muni hafa rangt fyrir sér. Og það er alltaf einhvers staðar heyrði ég að gullna talan er 20 ár. Spáðu fyrir hvað gerist eftir 20 ár því að það er nógu nálægt til að vera áríðandi en nógu seint fyrir því til að taka ábyrgð á því. Þannig að þú sagði 2 ár, hjálpi mér, þá þarf ég að svara fyrir hvað þetta verður. Ég mist eins og ég segi, bara í stuttumáli, maður veit ekki. Ég get sagt að þegar ég útskrifaðist úr HÍ með meistaraprófi í merkjafræði og minnstugreiningu, að þá fannst mér talmáli vera með spennandi og ákvaða að fara í doktorsnámið í Imperial College í London. Og eitt af því, mín stóra sýn var að mér fannst talgreining vera mjög spennandi. Mér finnst mjög spennandi að hugsa til þess að maður geti talað við tölvuna og þessi hugmynd að maður geti talað sitt tungumál, til dæmis íslensku, og hinum enda símans heyrist bara þýska. Og sá talar þýsku og maður heyri íslensku á móti. Bara svona þessi hugmynd, svona í gróndráttum, hún var mjög mótiverandi fyrir mig og ég hugsaði ég mun örugglega ekki vera einhver sem að geri talgreiningu að nóga fólki úti en ég get kannski látið að mig kveða, gert eitthvað af bæði alþjóðlega og síðan passað upp á að þetta gerist fyrir íslensku. Og ég ímyndaði mér alltaf, þetta er 2000, 2002 kannski, ég ímyndaði mér að þetta myndi örugglega taka 20 ár. Og þetta tók kannski 15. Já, ekki kannski með þýðinguna, það á kannski eftir að gera en talgreiningin sem slík. Við byggum til fyrsta íslenska talgreiningin á Íslandi 2015-16 og þannig að það skeikaði nú ekki nema nokkrum árum þar. Þannig að þetta er þessi hraði, en svo gerist hlutirnir líka núna hraðar eftir því sem að fleiri hlutir verða til og verið sjálfvirkari þá gerist hlutirnir hraðar. Og í svona hröðum breytingu þá er mjög erfitt að segja
þetta eins og við séum bara, þú veist, í einhverju broti, sko. Þannig að það bara bylting í gangi. Og einhverjir sem að standa mjög nærri þessu og horfa á fljótið, þeir upplifið að hraðinn sé svo mikil að við höfum eiginlega enga stjórn á því hvernig við ætlum að taka við þessu. Það lítur að vera ástæðan fyrir þessi maður hætti hjá Google. Hann bara sá fram á það að við þurfum að fara að gera eitthvað bara til þess að horfast í augu við hversu hratt þetta gerist. Já, sko, hættan sem þeir eru að horfa á, George Hinton og svo Joshua Bengio sem var doktorsnemi hans og er núna stórt nafn í þessu líka, og þeir hafa verið að segja, sko, þeir hafa verið að kalla á aðkomu stjórnvalda og alþjóðasamvinnu í kringum þetta og eru svona að hringja einhverjum viðvörunarbjöllum vegna þess að, þú veist, við þurfum að vera tilbúin þegar þetta gerist, og það sem að þetta þýðir, sko þetta brot eða þessi hætta, það sem að þeir eru að tala er, sko, hvort að gervigreindin muni bara hreinlega taka yfir. Og eins og ég sagði að náðan að, sko, ég er ekkit orðin ofhræddur það. Það er eitthvað í það. Það eru, ég myndi segja, minnst að kosti 5 ár, ekki 10, í að það gerist. Þú ert að spá innan 20 ára og það sé bara 5-6 ára allar gervigreindin takk yfir. Já, eða svona fara að geta gert það allavega, á þess að við þurfum að fara að spyrna einhvern veginn á móti. Það verður áhugavert að sjá hvernig svo þróun verður og hvernig samspil í raun og veru samfélagsins gagnvart tækninni verður varðandi það. Sko, hættan er þessi, sko, að gervigreindin er alltaf búin til með einhver markmið, einhver svona markmið. Reyndu að skilja tal, reyndu að finna alla kettlingamyndir á netinu eða eitthvað þar á milli, og þessi markmið sem við búum til, sem að setjum upp fyrir gervigreindina til þess að þjálfa eftir, það getur vel, sko, við getum haft, sko, góð stjórn á því hvað þessi stóru markmið eru. En það getur verið að komi að því að, sko, til þess að ná þessum stóru markmiðum að þá þurfi gervigreindin að setja sig undir markmið. Og þessi undir, sko, og þeim hefum við ekki stjórn. Þannig að það getur verið að við fáum samrýmanleg markmið frá gervigreindinni við markmið sem við mannkynið höfum. Til dæmis ef við myndum biðja gervigreindina að bjarga lífi á jörðinni, þá myndi hún líklega komast þeirri niðurstöðu að það veri best að útrýma mannkyninu. Það tala svoleiðis dæmi. Já, til þess að trén og annað, hver er mest í skaðin á lífríki á jörðinni, það eru mennindir. Það borgar sig að eyða þeim. Þannig að við verðum að passa okkur hvernig við setjum upp markmiðin í byrjun, en svo höfum við ekki stjórn á undirmarkmiðunum. Það er þessi hvernig þessi samrýmanleiki eða ósamrýmanleiki verður og svo er náttúrulega spurningin, sko, hversu vel eða illa, það er eiginlega það sem ég held í vonina, sko, þó að gervigreindin verði mjög greind, þá hefur hún kannski takmarka að geta að grípa einhvern veginn beint inn í, en það er náttúrulega verið að vinna í að gera allt sjálfur, þannig að það verður alltaf meira og meira af því. En já, þannig að það eru ýmsar hugmyndir þar á lofti hvernig er hægt að minnka þetta, en þá þarf samvinnu milli ríkja og samvinnu milli þeirra sem að stunda þessa tækniþróun og reglugerðir og við þurfum líka kannski að átta okkur á því hvað eru markmiðin okkar, hver eru markmið mannkyns. Hverjir eru líka við, við lendum líka í einu vandræðum, Jón, það þurfum verið að ræða þetta. Það var alltaf að tala ykkur á við, eins og mannkynið sé bara einn hugur, það er bara langt í frá. Það er bara ólíkir hagsmunir og alls konar hugmyndir og ólíkt afl til þess að koma sínum skoðunum fram, sko. Já, þannig að þarna er verk að vinna með því að halda, sko. En gæti líka orðið til þess að við
tökum okkur taki mannkynni og komum staði hvað það sem að við viljum. Okay. Já, niðurstaðan eiginlega svo að til þess að mæta gervigrindinni vel að þá ætti maðurinn og mannkynnið að stefna því að verða sem best samfélag og sem bestar manneskjur. Já, ef maður verður bjarsi, þá held ég að það sé. Kannski ítir okkur það í þá átt. Já. Herðu, þá var ég að snúa mér að einhverjum öðrum en verkfræðingum með þær hugmyndir, eða ekki? ef ég finn eitthvað félagsfræðing eða siðfræðing eða eitthvað sem hefur þokkalega innsýn inn í tæknina. Já, endilega. Fáum þeirra rödd inn í samtalið. Já. Ég held að það sé nauðsynlegt. Já, kæra þakkir Jón fyrir að koma hérna og ræða við okkur í gervigrind. Þetta fyrir marga þetta ný hugsun og við þurfum að tala mikið og lengi til þess að átta okkur á þessu. Já, takk hérlega. Endilega, takk fyrir að hafa á mig. Herðu, en núna ætlum við að skipta svolítið gír hérna við rauðaborðið. Við höfum verið að reyna að halda hér úti viðtölum með veikri tækni af því sem að eftir var hjá okkur við innbrotið og því sem að við höfum getað tínt til. Núna ætla ég að aðeins að vinda yfir í önnur mál. Við höfum verið við rauðaborðið að taka upp það sem að við köllum sjúkrasögur. María Pétursdóttir hefur hitt þar fólk og sem að segir frá sjúkdómum sínum og reynslu af heilbrigðiskerfinu og samfélaginu öllu. Og ég ætla að spila hér viðtal sem að hún tók við Margréti Lilju Aðalsteinsdóttur og sem ég held að ykkur þykir fróðlegt að heyra. Sjúkrasaga eftir augnablik. Já, við erum hérna með innslagið sjúkrasögur við rauðaborðið. Við höfum áhuga á því sem fólk er að gangi gegnum, við höfum áhuga á fólki og við höfum áhuga á því að fá innsýn inn í það hvað gerist þegar fólk er að veikjast, hvort að kerfið sé að grípa þá, hvort að heilbrigðiskerfið sé að grípa þá, eða þau. Þannig að við erum svona að taka við tölvi fólk sem á ýmsa svona reynslu að baki og núna er hjá mér hún Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir. Velkomin Margrét. Takk. Ég ætla aðeins að fá að heyra þína sjúkrasögu í dag. Hvað ert þú gömul? Maður er vist 27 ára. 27, þú ert ennþá undir 30. Já. En þú átt alveg heljarinnar sjúkrasögu að baki. Ó já, alveg nóg í nokkur bindi, sko. Nóg í nokkur bindi, já. Segðu mér aðeins fyrst árum við byrjum, bara hver er Margrét? Það kuð vera ég. Já. Og ég er formaður sjálfsbjargar, Landssambands hreyfihamlaðra og hef verið aktív í fötlunarbaráttunni núna síðan 2018 og meðal annars innan háskólans og annara stofnana og barist fyrir betra aðgengi fyrir hreyfihamlaða sérstaklega og náttúrulega bara réttindum fatlaðs fólks. Já. Komst inn í vinnu hjá Öryrkjabandalaginu ung og... Já, 2018 og ári eftir að ég veikist og bara hef ekki stoppað síðan, sko. Þetta er leið og þetta er búið að bíta manna. Það varður maður bara berjast, er það ekki? Já, þetta er einhver svona baráttu. Ef maður hefur eitthvað þrek til þess. Það er einmitt. Hvað segðu mér aðeins eitt, hvar ertu alin upp? Ég er alin upp í Breiðholtinu og í Hveragerði og Noregi. Já, bara víða. Já, og flutti svo tvítug til Bretlands. Já. Og svo aftur heim. Já, einmitt. Þannig að maður er búin að vera allstaðar. Já. Sem er bara ótrúlega gott að minnka sjóndeildarhringinn. Nei, hvað? Víkka, segir ég. Víkka. Já. Einmitt. En þegar þú veikist, þú ert hvað gömul þegar þú veikist? 21. Þú 21 árs. Og ertu stödd á Íslandi eða? Nei, ég er í Manchester í Englandi sem au pair þegar ég veikist skyndilega. Já. Og við tók að ég fór inn á spítala úti og þeir vissi nú voða lítið hvað var að ég bara misti hreyfigetu og
bara algjört máttleys alveg og svona krampar í vöðvum og bara já, bara virkilegt álag á líkamann einhvern veginn. Þú svona spenna milli þess sem er máttleysi. Já, og einmitt bara svona að upplifa annar handleggurinn á mér varð fjólublár. En svo væri ekki að renna blóð. Já, þú veist, það var bara einhvern veginn svona líkaminn var bara svolítið búinn. En á þessum tíma þá var ég að æfa fyrir maraþon og var í bara fantagóðu formi. Já. Og einmitt, elskaði að vinna sem au pair og var þarna með eins árs strák alltaf á daginn og bara líkaði vel, sko. En læknarnir á spítalanum þarna úti að þeir vissu ekki alveg hvað væri að orsaka þetta. En ég ákvað í minni eigin þrjósku að ég hefði örugglega bara ekkert gott að ég að vera þarna inn á spítalanum og ákvað bara að ég ætla bara heim í það bara að sofa. Það er bara að hvíla þig. Já, þegar þarna úti að þá er maður í herbergi með 7-8 öðrum og áreitið er svo mikið þegar fólk er í alls konar ásigkomulagi og þannig að maður færi nú engan svefn eða neitt og þannig að ég ákvaða Getur verið alveg gríðalegt álag að vera inn á spítalanum? Já, nefnilega. Það er bara, spítalar bara eru ekki fyrir veikt fólk. Nei, það er nefnilega eitthvað sem ég hef heyrt áður. Þannig að ég ákvað þarna að fara heim og bara þetta myndi nú bara gangi yfir. Þetta væri alltaf læg, þetta myndi gangi yfir. Svo bara sáum við að það var ekki og ég tók ákvörðun bara að flytja aftur heim til Íslands til að vera nær fjölskyldu og svona tengsla netinu, ömmu og frængum og frændum og afa og öllum þessum. Og síðan hef ég bara ekki farið. Nei, einmitt. En þegar að þú ákveður að koma heim og hvað tekur við? Það tekur við bara sjúkrabíll beint úr vélinni og það sem ég hætti við, eða sem sagt mettuninn og blóðþrýstingur og allt bara hríðfjallu á leiðinni til Íslands. Og ég er bara ótrúlega þakklátt góðri þjónustu hjá Icelandair og kem sérst að bláum ljósum í bæinn og stoppa þarna rétt aðeins í Keflavík sem að kostaði mig 60 og eitthvað þúsund að stoppa þar. Það byrja út af því að ég var ekki með íslenska sjúkratryggingu. Já. Og þá kostaði það 64.000 ef ég man rétt. Og svo var brunað í bæinn og ég var inn á Landspítalanum í 10 vikur inn á taugadeild. Voru þið lengi að fatta hvað var að? Eða? Þeir voru náttúrulega ekkert mjög uppteknir af því að finna út hvað var að. Þetta var bara stimplað sem starfræn taugatruflun og þó að ég vissi á þessum tímapunkti að ég væri með sjúkdóm sem heitir Ehlers-Danlos syndróm og var búin að fá greiningu af því í Bretlandi að þá var ekki tekið neitt tillit til þess hvorki í sjúkraþjálfunni eða neitt svoleiðis. Það var bara út því ég var ekki með pappíra að þá var eins og ég væri ekki með þessa greiningu og það var ekkit verið að skoða það frekar. Það var ekki tekið mark á því að þetta er í útlandu sem þú færð þessa greiningu? Já, bara ég var ekki með pappírana til að sanna það og því náttúrulega það var ekki planað að enda á Íslandi í svona langan tíma. Þannig að maður hafði engan tíma til að verða sér út þá pappíra sem maður hefði kannski þurft. En einhvern veginn ekki verið að hlusta á einstaklingin? Nei, það er bara þetta sem er að þér og ef ég setti spurningamerki við það að þá var leiti á það sem að ég væri ekki meðfærileg í meðferð og mér myndi nú ekkert batna ef ég afneitaði þessu. Þó að ég sá alveg að ég var með einkenni sem að mótuðust ekki alveg við þessa greiningu. En ég mátti ekkert setja neitt spurningamerki við það. En þá ertu látin bara verið í sjúkraþjálfun með einhverja aðra hugmynd læknanna að því hvað væri að þér og var það að hjálpa þér? Var það ekki að vinna kannski það bara mögulega gegn þínu sjúkdóm?
Já, þetta sjúkraþjálfun og meðferðin við stafrænu taugaeinkennum einmitt bara mjög hörð. Það bara áfram. Já. Þannig að ég var látin fara í sjúkraþjálfun og eitt skipti að þá losnaði liðurinn í mjóbakinn á mér sem var náttúrulega bara gríðarlega sárt og ég baði að fá að hætta en það var ekki máli, ég átti bara að halda áfram og piskuð áfram. Já, það var bara ekkert litið á þetta og kannski einmitt kunnáttan Ehlers-Danlos syndrom ekki til staðar. Segðu okkur aðeins bara hvað er Ehlers-Danlos syndrom? Það er sem sagt bandvefsjúkdómur sem ef maður ætlar að lýsa þessu mjög svona auðvelt að þá límið sem á að halda okkur saman sem sagt kollagenið að það er vitlaust formað í mér, sem sagt uppskriftin af kollageni er vitlaus. Þannig að límið virkar ekki eins og það á að gera og þar leiðandi er ég að detti sundur innan frá og út. Og þetta er náttúrulega mjög mismunandi milli einstaklinga, þú veist, hversu mikil áhrif þetta hefur og náttúrulega því fyrr sem gripið er inn í, því betra. En ég var bara ekki það heppin. Og þessi sjúkraþjálfunar meðferð sem ég var látin hann að fara í og svo Reykjalundi og annað bara settu mér varanlegt spor í mína heilsu þar sem að þetta allir liðir og annað bara versnuðu og í dag er ég bara 100% hjólastóla notandi. Sem kannski hefði ekki orðið ef þú hafðir ekki verið písku svona áfram? Mögulega ekki, sko. Nei. En en maður veit ekki. Margt verra. Já. Sem er einstaklega jákvætt viðhorf í þessu tilliti. Það er einmitt bara, hjólastóllinn hefur gefið mér bara ótrúlega mikið frelsi aftur. Einmitt. Þannig að ég er ótrúlega skotin í honum. Þú ert skotin í honum? Já. Þetta er frábært að heyra. Af því það er líka, þetta er náttúrulega bara svo mikilvægt líka með sko hjólastóll er bara hjálpatæki og fólk áttar sig oft ekki á því. Nei. Og fólk er bara, guð, hún er bara komin í hjólastól. Og horfir á þannig að í staðin fyrir bara heyrðu frábært, hún er komið í hjólastól, nú getur hún gert mikið meira eða eitthvað svona. Nefnilega, það er einmitt, maður tók eftir því að þegar ég bara svona sá, þú veist, ég er ekki mennin lífsgæði, þú veist, ég var dragandi með áfram á einhverjum hækjum, þú veist, ég gæti ekki fara í búð, ég átti erfitt með að komast bara út í bíl bara, ég gat ekki neitt. Og þú veist, gat ekki gert eitt með höndunum út því að ég þurfti að halda mér upp á hækjunum að þá, einmitt, þegar ég ákvað bara, heyrðu, ég get ekki verið svona. Þú veist, ég vil fá eitthvað lífsgæði að þá voru margir sem að litu á bara hún er að gefast upp. Já, hún er að gefast upp. Hún ætlar bara að setjast í stólinn. En engan veginn uppgjöf nefnilega út af því að eftir ég lenti hjólastól, það hefur verið svo margfalt aktívari, bæði hvað við kemur réttindabaráttu og vinnu og bara það að fara út í bónus og versla. Bara þessi venjulegu hlutir. Það er rauninni sparar líka alveg gríðarlega orku sem færi í að reyna að drusla þér áfram á hækjum. Já, fyrir utan það að axlirnar á mér er alveg ónýttar eftir þess að mánuði, að það eru bara inn og úr lið alveg allan daginn. En það er nefnilega, þessi sjúkdómur er að valda því svolítið, að fólk er bara rökk úr lið. Já. Þannig að þú sagði mér nú að þú bara færir úr lið stundum bara oft á dag, jáfnvel. Já, þú hefur að lent í því. Þetta er virkilega mikið og einmitt svona til að segja að þetta var svolítið skemmtilega hátt að þá lendi ég í því daginn bara ég var að klæða mig og var að fara í ból og ég fór úr tálið. Já. Ég veit ekki hvernig þetta tengist. Nei. Þetta bara gerist. Hreyfing og það bara klikk táin eitthvað. Já, merkilegt. Og ef ég halda á einhverju þyngra en bara einhver nokkur kíló það er ekkert að fara vel, sko. Nei. Þannig að þetta er maður er svona eins og Teyumey í The Incredibles sem einhvern veginn tegist miklu meira en maður á að gera og kannski meira en maður átta sig á að maður er að gera og það bara svona poppar öxlin úr og þetta er kannski hægt að líta á það sem superpower á einhvern hátt. Já, þetta
allavega á þessum tímapunkti í lífi minnu að þá finnst mér bara allt þetta heilbrigðis tengda við líkamann minn bara eiginlega orðið fyndið. Þetta bara hlýtur að vera eitthvað brandari. Já. Því að það bætist bara á. Og því að þessi sjúkdómur hefur náttúrulega ekki bara áhrif á liði og vöðva og svona heldur einnig hjarta- og æðakerfi, meltingu, bara allt. Það kollagen allstaðar í líkamannum nema akkurat í taugunum sjálfum og í heilanum. En himnurnar utanum eru bandvefur og þannig að þetta hefur áhrif á allt. Þannig að maður alltaf að upplifa eitthvað nýtt. Alltaf að upplifa eitthvað nýtt, já. En hvernig, þegar þú kemur heim og hvað liði langur tími, ferðu strax eða fljótlega eftir í hjólastólinn eða hvað varstu lengi svona á hækjum og... Ég byrjaði í hjólastól á Landspítalanum og því að það var náttúrulega bara ekkert annað hægt. En það var alltaf markmiði hjá þeim að koma þér úr honum. Já. Þú veist, ég átti ekki verið í hjólastól og það var alveg aktíft talað. Hún á ekki verið í hjólastól. Nei, nákvæmlega og einmitt og bara það var aktíft talað hjólastóla niður. Bara þetta væri uppgjöf og það væri bara hræðilegt að vera í hjólastól og svona röng upplýsingagjöf þannig að öll mín endurhæfing sem ég fór í var ótrúlega gýruð á bara að losna við hjólastól. Það var markmiðið. Það skipti ekki máli hvað ég vildi fókusa á. Ég vildi til dæmis fókusa á að fá hendurna mínar aftur. Að geta nýtt hendurna þar sem ég hef alltaf verið mjög svona listræn og nýti hendurnar. Maður nýtir hendurnar rosa mikið í daglegu lífi. Að þá var það ekkert mikilvægt fyrir kerfið, sko. Þannig að þegar ég sagði bara, nei, veistu, ég heldur þurfum að sækja hjólastól, að þá sá maður alveg ákveðna svona vonbrigði, já, á meðferðaraðilum, sko. Sem var ekki bent heldur peppandi fyrir þig. Nei, nefnilega ekki. En þetta er bara... Því þú sagði ráðan að þú sagðir þetta bara sem jákvætt. Sástu það þannig frá upphafi? Fannst þér í rauninni eða þurftur að gangi gegnum það bara, ok, ég þarf raunverulega bara að fara í hjólastól. Það er nefnilega svolítið gaman að segja frá því að þetta er eiginlega of kaltæði, sko, að ég var með bullandi fóbíu fyrir hjólastólum. Já. Áður en þetta allt gerist. Ég gat ekki sé hjólastól út í búð. Þá var ég þurfti bara að fara. Ég fekk bara panik. Þetta er ótrúlega komist. Þetta var einhvern veginn bara, ég var bara kannski hefur bara eitthvað fundið á þér eitthvað, þetta er ótrúlega skrítið því að meira segja bara maður sá þú veist hjólastóla enda gangsins einhvern tímann hjá lækninum og ég var bara, nei, ég bara fór ég gati þetta ekki, maður bara byrja að ofanda og svitna og bara þetta væri bara rosa ég var bara svo skítrætt og þannig að þegar þetta gerist þá var þetta eitthvað svo óraunverulegt og því einhvern veginn, bara þarna þurfti ég að mæta mínum versta ótta einhvern veginn og náttúrulega svo sem fljótt áttaði mig á að þetta er ekkert að hræðast en þetta er svo ótrúlega kalthæðið allt saman einhvern veginn. Þetta er mjög sérstætt. Já, en þannig að þetta tók smá tíma að vera bara ok, þú veist, ég þarf þetta hjálpatæki til að komast frá A til B og þú veist, mér leiði ekkert vel þannig að fyrst þegar þetta var notað til að ferja mig á milli inn á spítalans og annað en svo einmitt bara fór maður að sjá möguleikana sem þetta gaf manni á endanum, sko og því að maður fer ekki að breyta því að ég er með arfgengan sjúkdóm þetta er bara í hverju einustu frumu í líkamanum þannig að þú veist, maður fer ekki að breyta því og þá bara verður maður að mæta í það sem maður er. Þessi sjúkdómur það er svona ýmislegt fleira sem að því að þú segir að þetta er arfgengur sjúkdómur, hann til í arfgengri útgáfu, hann er líka til í svona minna arfgengri útgáfu, skils mér, sem er svona vægari útgáfu. Já, þetta er þess að þeir veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er og þetta eru margar undirtýpur af EDS. Meðal annars, þú veist, ein sem hefur mest áhrif á æðakerfi, ein sem er bein, ein sem er, þú veist, það er alls konar gerðir. Ég held að séu 11 senastig á því.
og ein þeirra sem hvað algengust að hún, þeir eru ekki búin að finna sem sagt genið fyrir þeirri típu og þeir eru í því að rannsaka þetta. Já. En eins og einn sérfræðingur erlendur sérfræðingur sagði að hann sagði að EDS einn fjársveltasti sjúkdómur sem að finnst á jörðinni út af því að það hafa svo lítið að rannsóknum verið gerðar, lítið peningur sem að hefur farið í rannsóknir á þessum sjúkdómi, miða við hversu margir eru með. Já, og því þetta alveg gríðarlega fjöldi fólks og fer sífellt vaxandi og já, þetta er innan við einhver dollari per mannesku sem að hefur farið í rannsóknir. Já, það að teglisvært. Já. En, ok, ef við förum aðeins aftur, þú kemur heim, þú ferði í endurhæfinguna og allt það og ert búin að skröltast á hækjum og svo ferði hjólastólinn. Hvernig varst að fá örorkubætur hérna strax þegar þú kemur heim? Er svona kerfið að grípa þig þannig? Engan veginn. Alveg engan veginn. Það sem að ég er vissulega íslenskur ríkisborgari en ég flutti til Noregs þannig 14 ára gömul með mömmu og bróður mínum og vegna þess að þá var ég ekki með sjúkratryggingu á Íslandi og var hafði engan rétt á neinu. Bara þetta var mikið slagsmál að yfir höfuð fá einhverja sjúkradagspeninga eða annað út af því að þeir litu ekki á mig sem Íslanding eða eitt neitt. Það var bara eins og ég ætti enga tengingu við landið þrátt fyrir að ég hafði verið að vinna á Íslandi á hverju einasta sumri og borgaði skattana mína á Íslandi, einu vinnunni sem ég var með yfir allt árið, að þá skipti það engu máli. Þannig að ég þetta var mikið basl og ég var tekjulaus í einhverja 9 mánuði, bara algjörlega tekjulaus og þau vildu meina hjá Tryggingastofnun að ég ætti að mætti ekki fá örorkubætur fyrir en ég væri búin að búa í Íslandi í 3 ár. Wow. En sem betur fer með hjálp Öryrkjabandalagsins og þá snerum við því við en þá þurfti ég að hafa búið á Íslandi í 1 ár sem þó skárra en 3. Já. Þetta var, ég er bara ótrúlega heppin að vera með gott stuðningsnet í ömmu og afa og bara gott húsaskjól. Þannig að þú hafði backup þar? Sem betur fer. Þegar annars veit ég ekki hvað maður hefði gert og það er náttúrulega gríðarlegu lækniskostnaður á þessum tíma, gríðarlegu lyfjakostnaður, bara allt saman sko. Maður lifir ekki á loftinu. Maður lifir sko ekki á loftinu. Og hvað þá núna í þessari verðbólgu sem núna fyrir fólk sem er að verða fyrir svona hlutum? Já og þegar maður var að kynna sér þetta allt saman þegar maður þurfti að lesa á annað að þá ef maður kemur veiku til landsins að þá þarf maður að vera búin að búa á Íslandi þá eru alltaf reglur, maður þarf að vera búin að búa í Íslandi í 3 ár til að segja rétt á einhverju, en ef maður kemur hraustur og er að vinna í 6 mánuði að þá er þetta ekkert mál. En maður ræður ekkert hvernig heilsan manns er. Nei, það er ekki einmitt, nákvæmlega. Það getur allt gerst. Það er ekki eins og maður sé að velja að veikjast eða slasast. Nefnilega, ég veit ekki neitt sem myndi velja það yfir það að vera bara heilsuhraustur og hress, sko. Einmitt. Hvernig, ertu á góðum stað í dag? Ertu með húsnæði eða hefur náðu að kaupa þér húsnæði eða fékkstu einhvern stuðning þar? Ég er bara á almennum leigumarkaði hjá Ölmu leigufélagi. Já, takk fyrir. Og leigan fer sífellt hækkandi og í dag er maður að borga 250.000 rúmar fyrir 60 fermetra 2 herbergja íbúð í Urriðaholtinu, þannig að þetta er ekki eins og á miðsvæði eða annað. Og Þannig að þetta húsalegan er stráttu tekið nánast allar örorkubæturnar. Já. Ég er bara ótrúlega heppin að geta unnið eitthvað og fæ eitthvað ofan á út af því að
þetta bara algjörlega ruglað og svo rennur út samningurinn núna í mæ held ég, eða júní og þá náttúrulega gera það nýjan samning með möguleika á að þeir geti bara hækkað leiguna en ég hef ekki, það er ekki eins og maður hafi úr miklu húsnæði að velja þegar maður í hjólastól. Nei, af því þú þarft að vera í lyftuhúsi, þú þarft að vera með ákveðu stóra íbúð bara til að hafa pláss fyrir þín hjálpatæki. Já, og geta komist nákvæmlega og einmitt, þú veist, það er margt sem maður þarf að hafa í huga, einmitt, baðherbergi eða það sé nógu rúmgott og því að það er ótrúlega oft í íslenskum byggingum að þau eru minnkuð til þess að stækka önnur rými og bara þetta bara einmitt að maður geti komist inn og út úr íbúðinni sinna sjálfur sko. Já, einmitt. Þannig að maður er ekki alveg að sjá fram á að geta keypt sér á næstunni með að við það er ekki mikið sem fer í sparnað eins og staðan er núna. Drátt fyrir að ég er í vinnu 50% vinnu og örorku sko. Já, einmitt. Þú varst á tímabili, varstu í námi eða ekki? Jú, ég var í námi en þurfti að hætta bara út af aðgengishindrunum og í Háskóla Íslands? Í Háskóla Íslands, já. Og bara þetta var of mikið að einhvern veginn, ég fekk fyrir það fyrsta ekki að halda áfram í lífeindafræði vegna slæms aðgengis og engin plön voru að laga. Nei, það ætlaði ekki að laga það. Þannig að maður verður bara, það síður á manni þegar maður heyrir þetta sko. Þetta er einhvern veginn svo rosalega ósattanlegt. Þetta er ótrúlega ruglað og þannig að ég fór ég kláraði þarna heila önn í lífeindafræði og ætlaði að halda áfram og var þarna bara með fyrstu einkunn og bara gekk ótrúlega vel, bara var alveg, fannst ég vera búin að finna mína braut og svona. En svo tekur lífið bara smá svona beygju og ég ákvað bara, ég skal prófa félagsfræði og því að allir voru búin að segja mér að aðgengi væri nú betra á félagsvísindabraut og þar leiðandi ætti ég að bara fara í nám þar. Sem að mér þykir ótrúlega asnalegt út af því að aðgengi á ekki að þurfa ekki að ráða för. Það er bara áhugasvið og annað. En mér fannst bara of erfitt og mikið álag alltaf að mæta í tíma þó ég komist inn í kennslustofuna þá var maður út í horni og ekki hluta hópnum. Maður var einhvern veginn alltaf svona odd one out þannig að í hópaverkefnum og annað þá maður gæti aldrei verið að vinna með einhverjum þegar maður var alltaf út í horni einhvers staðar á bakvið sem er alltaf bara alveg líka fáránlegt. Þannig að ég hef síðan þetta var þarna 2018 að þá hef ég verið á fullu innan háskólans í því að berjast fyrir betra aðgengi fyrir stúdenta. Hef verið meðal annars í stúdendaráði og ráði háskólans um málefni fatlaðs fólks og bara einmitt reynt að gera það sem maður getur gert og það hefur ótrúlega margt batnað á þessum tíma og til dæmis bara ein af verstu byggingunum Eirberg á Hringbraut þar sem ég lendi hvað mestum erfiðleikum með að það er orðið bara alveg aðgengilegt í dag. Ok, þannig að það eru breytingar einhverjar. Já, og hugafarsbreytingar líka, maður sér það alveg, það er miklar hugafarsbreytingar í gangi hvað varðar aðgengi, sem er bara frábært. Já, einmitt. Ég þarf eiginlega að fá þig í annað viðtal, Margrét, til þess að ræða síðan bara einmitt þessi mál og sjálfsbjörgu og allt þetta sem þú ert að vinna að. Þannig en það var frábært að fá einsýnin í sjúkrasöguna. Já, og það var smá smakk. Smá smakk. Já, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér svona lokum? Ég bara veit það ekki. Nei. Ég bara tek Eitt dag í einu og nýkom með greining á endometriósu og þannig líka, já, þannig að maður tekur bara eitt dag í einu. Við þurfum annars sjúkrasögu viðtal líka kannski bara. Ég held það, að þetta séu allavega 5 viðtöl hérna. Þetta eru 5 viðtöl hérna, þetta er viðtala sería. Já. Þannig að já, maður bara tekur eitt dag í einu og en maður náttúrulega er með svona stærri plön og það er einmitt að maki minn geti flutt til Íslands og við getum byrjað lífið okkar saman. Já, hvar býr hann? Hann býr í Kanada. Já.
og við erum trúlofuð og búin að vera það í 2 ár núna og bara kemur til Íslands þegar hann getur og er að klára doktorsnám úti. Þannig að við erum bara að binda vonum við að við getum byrjað lífið og bara, Spennandi. Heyrðu, til hamingju með það og bara gaman að spjalla við þig þrátt fyrir alveg einmitt ekki fallegar sögur í rauninni en þú ert alltaf jafn jákvæð sem er alveg merkilegt með þína þrautagöngu. Ég bara ekki tími neitt annað. Nei, gott mál. Heyrðu, og við verðum hér aftur með sjúkrasögur og við verðum örugglega hér aftur með Margréti Lilju líka síðar. Já, þetta var sjúkrasagan hennar Margrétar Lilju, áhugaverð. Svona í lokinu þá ætla ég að spila hérna viðtal sem að ég tók við Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði, það sem að hann kallar félagslegan galdur. Það mikilvægi samskiptana í samfélaginu sem að hafa kannski orðið minni á tímum COVID og tækni samskipta, að við dregið úr það sem að við hittumst og tölum saman, dregið úr trú okkar á félagslega aflið í samfélaginu, aukna trú okkar á tæknilausnir, sem að rýma kannski ágætlega við viðtali hérna áðan gervigreindina, það sem að verkfræðingur var einmitt að tala að við þyrftum að tala meira gervigreindina út frá sjónarhóli í félagsfræði, siðfræði eða hvað sem það ekki nóg að tala tæknina eina og bera. Mjög áhugavert viðtal við Viðar Halldórsson eftir augnablik. Gjörðu svo vel. Við byrjum að fjalla það í síðustu viku að okkur líður ekki nógu vel í samfélaginu. Andleg líðheilsa gæti verið betri og það margt sem betri til þess að hún fari versnandi, ekki bara hjá börnunum okkar, heldur bara hjá fólki almennt. Og Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hingað kominn. Þú varst í viðtali í Mogganum þar sem varst eiginlega að fjalla þetta helgina. Já. Takk fyrir boðið í þáttinn og það er alveg rétt að ég verið að skoða þessi mál út frá félagsfræðinni og setja það í eitthvað samhengi. Má ég byrja að spyrja, getum við gengið út frá þessum staðreynd að fólki líður verr í dag heldur en áður? Já, allavega sjáum við það allar tölurnar sína okkur það að svona kvíði og angist að aukast, einmanaleiki að aukast, kulnun, alls konar slíkir þættir við sjáum allstaðar að það er allstaðar að rísa, hvort sem eru yngri eða eldri kynslóðunum. Þannig að já, við getum alveg gengið út frá því vísu og við sjáum það líka bara núna, það sést mjög sterklega í því að bæði Bretland fyrst og svo Japan settu á fót einmannaleikar á þeirra sem áttu að einbytta sér líkum málum sem svona sýnir alvarleika málsins að einmannaleiki er að aukast með alls konar neikvæðum afleiðingum fyrir einstaklinga og samfélag. Leggst þetta jafnt á alla eða leggst þetta á þá sem eru veikir eða þurfa mest á samfélaginu að halda og félagskap eða hvað? Já, þú veist, ég er ekki alveg með eitthvað tölur það á hreinu. Við tölum mest börnin? Já, kannski yngri kynslóðin, þú veist, sem er náttúrulega þessi samfélagsmiðla kynslóð. En svo finn ég líka bara hjá eldra fólki og eldri borgurum og þessi grein sem birtist þetta viðtal við mig. Ég fengi mikil endurgjöf frá eldra fólki sem finnur þetta mjög sterkt. Upplifir það að svona samfélagi sé að rakna upp í kringu það? Já, þetta er svona í anda anómíkenningar Emil Durkheim þegar hann verður miklar þjóðfélagslega breytingar og þá finnurðu þið ekki og lendir svona með skips og bryggju og hefur ekkert fast land út í fótum verður ykkur svona kviksindi og nærði ekki að allt sem að þú helst að væri eitthvað það er ekki þannig lengur, það er komið eitthvað nýtt sem átt erfitt með að þú veist, tilenga þér og allt það þannig að já, ég held að það sé en ég held að margir finni að það er eitthvað ekki eins og á að vera en get ekki alveg fest fingur á hvað er það. Og það er ekki gamalt fólk sem að segja alltaf verið betri í gamla daga, það er kannanir og rannsóknir benda til þess að svo sé. Það er eitthvað ekki í lagi. Það er eitthvað ekki í lagi og ég var mjög áhugavert, ég var með fyrirlestur á Austurlandi fyrir einhverjum mánuðum síðan á framhaldsskóla. Þess að ég var að segja þetta, tala þessa hluti. Fyrir krakkar sem ég þekki ekki neitt, 40-50 manna hópur, sátu í svona þal og ég fann það alveg þegar ég var að tala þetta, þau horfðu í augun á mér
og kinkuðu kolli, það fær alltaf svona feedback þegar maður er að flytja fyrirlestra og finnum maður hvort að audiensið áður síðan meðtaka sem maður að segja. Ég fann þetta rosalega sterkt að krakkarnir í framhaldsskólakrakarnir, þeir voru algjörlega, ég var algjörlega að tala inn í þeirra reynslu og þau horfðu í augunum mér og kinkuðu kolli í allt sem ég var að ræða með þetta og ég fann það rosalega sterkt að þau skildu mig og ég var að tala inn í þeirra reynslu. Þú varst að lýsa slæma ástandi? Ég lýsa slæma ástandi, já. En við áttum okkur ekki á að þetta sé slæmt ástand og vegna þess að við höfum það svo gott og þægilegt og það er allt til alls. Og ég hef verið að tala fyrir því að þetta félagslega í samfélaginu og líf okkar, það hefur aldrei fengið eða fær aldrei þann sess sem að það á skilið. Þú veist, við sjáum þetta í atvinnulífinu, öll störf sem snúast að einhverju félagslegu, að vinna með börn eða unglinga eða allt þetta. Slík störf eru minna metin en önnur störf, en þeir sem handla með peninga til dæmis. Við sjáum þetta í háskólunum, þar sem að félagsvísindi á lægri skör en raunvísindi og náttúruvísindi. Við sjáum þetta mjög víða sem ég vinn mikið í íþróttum, bak við íþróttir og það eru oft verið að fá alls konar sérfræðing að vinna með íþróttalið en þetta félagslega, það verður alltaf það fer aldrei neitt sess, það er aldrei neitt tilbúin að borga fyrir það. Við sjáum þetta í pólitíkinni þar sem við verðum að tryggja það að við framleiðum nóg og fyrirtækin hafa það gott áður og við getum farið að deila út peningunum til þess að gera þetta félagslega. Það er aldrei fremst. Já, það er aldrei fremst, já. Því er alltaf eins og íþróttunum, það eru með afreksíþróttir og við erum með afreksíþróttalið eins og Paris Saint-Germain sem er með allar stærstu stjörnur í heimi. Það eru öllu tjaldað til til að mæla eitthvað súrefnisupptök og allt þetta. En svo erum við með einhverju 11 einstaklinga og það er ekkert gott félagslegt afl í gangi og allt þetta. Þannig við sjáum þetta og þannig við áttum okkur ekki á þessu félagslega mikilvæg þess, vegna þess að félagslega öfl eru ósýnileg. Við höfum erfitt með að festa fingur á þeim, við höfum erfitt með að sjá þau, við höfum erfitt með að skilja þau, við höfum erfitt með að átta okkur á mikilvæg þeirra. Og þess vegna áttum okkur ekki á því hvað gerist þegar að þetta félagslega kvarnast úr félagslífi okkar og félagslegu samneyti við aðra, þess að áttum við okkur ekki á hvað er að gerast en finnum þetta samt í auknum einmannaleika og einhvers konar firringu og hvað þetta nú er sem að hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Þú sagði félagsleg öfl. Já. Hvað þú tekur dæmi að því? Hvað er það? Þetta sem er því að þú sagðir þetta var ósýnilegt, þá var ég að biðja að gera það sýnilegt. Þegar við erum í félagslegu samneyti við aðra, þá finnum við einhvers konar, það er einhver stemning sem myndast. Og rannsóknir hafa sýnt það að leið og við erum í félagslegum samskiptum við aðra, að það hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Við erum hópdýr. Við erum hópdýr, okkur líður betur, við finnum meiri samkennd, það er alls konar sem gerist í félagslegum samskiptum. En það er erfitt að festa fingur á þessu, þetta hefur ekki svona haldbæran veruleika, skilur við, þetta hefur áhrif á líðan okkar, bein áhrif á líðan okkar og þess vegna áttum við ekki á því. Við finnum allstað þar sem við komum, þar sem fólk það er ákveðin stemning í loftinu. Stundum getur stemningin verið góð, stundum getur hún verið slæm. Það er erfitt að segja hvað það er, en við finnum það og skynjum það. Og þegar við erum að tala saman, við finnum hvort að það er eitthvað millum okkar. Eitthvað millum okkar og hvort að það sé eitthvað að gerast eða hvort það er ekki gerast og allt það. Og við höfum verið í hópum þar sem hópurinn verður sterkari heldur en summa einstaklingana, en við höfum líka verið í hópum þar sem hópurinn er lakari eins og þú varst að taka dæmi með þessu sorglega knattspyrnuliði í París. Já, og ég hef mikið verið í íþróttum og það er okkur þetta að þegar hópurinn verður stærri en summa einingarna sem mynda það, þá er eitthvað félagslegt afl sem gerir það, sem ýtir öllum og skapar eitthvað nýtt. Þannig að það sem ég kalla þetta félagslega til að reyna að gefa í svona hærri sess, og ég er búin að gefa þessu hugtak að það eru félagslegi töfrar. Og töfrarnir felast í þessu, ef að ég og þú hittum setjum út úr götu og förum að tala saman, þá er eitthvað í samskiptunum okkar sem gefur okkur eitthvað. Þú veist, það er einhver skilaboð einhverja mælikvarða, það er einhverja upplýsingar, það er bros, það eru hugmyndir, ég finn til mín eða eitthvað slíkt og þetta er eins og við kalla emergent, þetta sprettur fram úr samskiptum okkar, þannig að það verður eitthvað meira í samskiptunum heldur en var ef við værum bara tveir sem einstaklingar, skilju. Og það er galdurinn og töfrarnir við félagslega samskipti. En við kunnum ekki að nefna þetta, það var ekki, við sóttum ekki C-vítamín eða eitthvað sem við kunnum að nefna með öðrum hætti. Já. Þetta er næring sem við kunnum ekki að nefna hver er. Nei, og þess er ég að segja, ég er hann að gefa henni sess með félagslegi töfrar. Töfrar eru í þessu skilningi jákvæðir og uppbyggilegir og
gefa okkur einhverja nánd, gefa okkur tilfinningur við tilheyrum, upplýsingar, alls konar hlutir. Þetta er algjör heimur sem að við förum þá misvið ef við hittum ekki annað fólk, skilur við. Vegna þess að... Og þú ert ekki bara að tala svona fjölskyldur þar sem út í ríku sambandi við fólk sem þú rektar áratugum saman, heldur þú líka bara að tala samskipti okkar út í bakari á Laugardalsmóti? Já, félagslega töfrar geta verið í litlu magni og geta verið í miklu magni. Litlu magni bara, ég bara er út í bakari og hitt einhvern veginn, sé einhvern og það er eitthvað sem fær mig til að brosa eða ég heilsa kassastarfsmannum í Krónunni og... Þekki nágrannaðina. Já, akkurat þetta, það er í litlu magni. Í miklu magni, það er kannski ástríða milli elskenda eða verða að skora sigurmarki í heimsmeistarkeppni í fótbolta, sko. Þannig við erum eitthvað svona kvarða félagslegum töfrum og samskipt okkar við fólki í kringum okkur er sjálfsögum mjög mikilvægt, en ekki síður samskipt okkar við fólk sem við þekkjum ekki í nær umhverf okkar. Og það sem er að gerast núna með allir tæknifæðingunni, sjálfvirkninni, það er sjálfsafgreiðslukassar í matvörubúðum og bankastar sem eru á netinu og pósthús og allt þetta og maður þarf barkóða til að skanna matsela og eitthvað slíkt, alls konar tala við spjallmenni á vefsíðum, þá kvarnast upp úr þessum félagslegu samskiptum hér og þar og þegar þetta verður víða þá fer að hafa áhrif á okkur. Og þetta á sérstaklega við nærsamfélagið. Vegna að nærsamfélagið er okkur svo mikilvægt. Í nærsamfélaginu býr félagsauður, það sem við þekkjum fólki í kringum okkur, þá myndast traust, þá myndast þessi mikilvægi tilfinning fyrir okkur að tilheyra einhverjum hópi sem er stærri en við sjálf, alveg svo trúarbröðin sýndu í gamla daga. Það var mikið aðalatriði í trúarbröðunum að tilheyra samfélaginu. Og núna, þú veist, þá tilheyrum við ekkert lengur, sko. Við tilheyrum ekki í nágrunum okkar, ef fólkinu við hittum aldrei neitt, sko, þá erum við bara í einhver virtual heimi, þar sem við erum bara í lausu lofti og vantar alla fótfestu og allan stuðning og alla nánd og hlýju, sko. Og við þekkjum líka bara að sko, hinn formlega félagsuppbygging samfélagsins er að brotna, talað lélega virkni í verkalýðshreyfingunni, í stjórnmálum, í öllum, þannig að það er líka þessi sko formlega félagsuppbygging samfélagsins er líka ekki eftir. Já, og það má segja kannski bara að þjóðuríkið gæti bara liðið undir lok og allt þetta sem köllum samfélag, í eitthvað svona annan heim og þá, en sko... En ég er að sljóta einu inn, við lifum náttúrulega tíma sem hefur ekki haft mikla trú á sko félagslegum þáttum, það er það vitna í spáman okkar tíma, Margaret Thatcher, sem sagði það er ekki til neitt sem heitir samfélag, það er bara til safna vinstaklingum. Þannig að þetta er bara blekking hjá þér að narra okkur út frá sko, hagsmunum, að gæta okkar eigin hagsmuna, til þess að fara að gæta ykkur óljósara hagsmuna sem kallt ekki svona orða, til þess að draga fókusi frá því sem við ættum að hafa fókusin á sem er að magna upp eigin velsæld. Já, eða blekking í hináttina, að það sé verið að draga okkur í að kaupa vörur á netinu og vera föst í þessum samfélagsmiðlum, sem að gera það verkum að ríkustu fyrirtæki heimi verða ríkar og stjórna heiminum með meiri mæli. Það er hin hliðin á þessu og það er sú hlið sem er eiginlega að hafa vinningin, svo má orðið komast, vegna þess að við sjáum að hvað var ekki 7 af 10 verðmætustu fyrirtækjum heims á síðast ári. Þau voru öll í þessum tækni og samskiptamiðla geira, sko, sem bara vaksa og þessi samskiptamiðla geiri, hann hefur svona gefið það út og gefið sig út fyrir það, hann snýst að sameina fólk, auka samskipti, connecting people og gera heimina betri stað. En þá ýmislegt bendir til að hvorugt eigi við rök að styðjast vegna þess að heimurinn er frekar að gliðna, bergmálshellarnir eru að stækka, polariseringen skautunin er að vera harðskeyttar og aukast og samskipti okkar við fólki í kringum okkur er að minnka. Þannig að þetta er svona, en þetta er allt í hag þessara fyrirtækja og við sjáum það kannski núna líka að þetta eiga svona vilja hafa þá yfirbræða þessi eitthvað riddar á hvítum hesti en leið og það slær aðeins á sko, þá fara að rukka fyrir sko, og nú er Facebook og Twitter komið með eitthvað sem getur borga fyrir svona auðkenni sko, fyrir utan allar auglýsingarnar sem ýtir undir neysluvæðingun og allt það sko. Þannig að þetta eru öllar botni hvort bara fyrirtæki sem snúast að græða peninga sko. Eru samfélagsmiðlarnir, eru þeir ógn ef að horfa á það sem ógn? Já, klárlega. Þess að éta upp félagslega netið í samfélaginu? Já, það sem ég segi sko, það sem hefur gerst er að samfélagsmiðlarnir og þessi samfélagstekni hefur hrifsað til sín félagslífið okkar. Við höfum mist sem sé við höfum mist svona, hvernig ég orða þetta,
við höfum mist stjórn á okkar eigin félagslífi. Það er alltaf forsend. Þetta er svona hluti af svona félagsrými okkar ef við getum sagt þess svo. Já. Þú veist, við gátum hist í Iðnó Já. og þú veist, við gátum hist eitthvað staðar en núna er bara, við getum hist á netinu. Við getum alltaf fund á netinu, þessi þáttur á netinu. Já, nákvæmlega. Og það er í sko hag samfélagsmiðlufyrirtækjanna að við hittumst á samfélagsmiðlunum. Það er ekki hag þeirra að við hittumst hér, skilurðu, ef við hittumst með fólki, þeir græða ekkert á því. En leið og við hittumst á netinu, þá græða þeir á því og geta nota algoritmana sína og selt okkur auglýsingar og allt þetta, sko. Þannig að það er þeirra hag. Og ég segi svona að þeirra var kannski hrifsa til sín þessi svið, það sem eigum félagslega samskipti og COVID náttúrulega hjálpaði mikið til að við svona gáfum þetta. Hrifsa til, þá áttu við ekki bætt við, það eru að hrifsa til sín. Já, vegna þess að, eins og ég postmann sem mjög merkur fjölmiðlarýna, hann sagði sko alltaf með tækninýjungar, við erum haldið miskileiki, við höldum alltaf að þau bæti við, þessu viðbót við, allt eins og það var, en það er miskilningur. Tæknin umbreytir öllu sem var. Þannig að samfélagsmiðlarnir er ekki viðbót við lífið okkar, heldur umbreytaðir samskiptum okkar. Og þess vegna er þetta kannski hættulegt, vegna þess að samskipt okkar eru þá að færast frá þessum augliti til augliti samskiptum í samskipti gegnum tól og tæki. Heldur að við séum svolítið blind fyrir þessu, hvers virði bara mannleg samskipti eru? Ég held að margir þetta áttu sig á þessu í þessum Zoom árum, þegar þú varst alltaf að tala við fólki í Zoom, að það vantaði eitthvað. Það er betra að hitta fólk augliti til auglitis. Já, ég held það og líka það sem það var kannski áhugavert í COVID að meiri segja svona mesta frjálshyggju fólkið sem að var á móti móti þessum öllum takmörkunum þegar leið á. Hvað var það í raun og vera að biðja sko? Það var að biðja að fá að hitta fólk sko. Skilur við, að fara í matabóð og vera meðal fólk sko. Og það var það sem að var orðið krafan að fá að geta verið í samfélagi við aðra sko. Og það var svolítið áhugavert, merkilegt fannst mér. En COVID var mjög áhugavert vegna þess að kannski fyrir COVID þá voru margir kannski skeptískir yfir að tæknin væri að taka yfir hversdagslífið. En í COVID þá kom tæknin og hjálpaði okkur og bjargaði okkur bara eins og bara riddar á hvítum hesti og bjargaði okkur með því að bæði að þessi samskiptatækni gerði okkur kleift að stunda nám í fjarnámi og vinna í fjarvinnu, gerði okkur kleift að vera í samskipti við ættingi og vini, sjálfvirknin gerði verkum að við fórum á sjálfsækvörslukass og allt það og þá Matsölustaðir fluttust inn í heimsendingar. Já, nákvæmlega, já, það jókst allt og þá í þessu samhengi þá hjálpaði samskiptatæknin okkar að takast á við félagslega einangrun. Hún hjálpaði okkur út úr þessari félagslega einangrun eða að takast á við hana sem var þá. Eftir COVID þá var lag fyrir tæknina farin og öll svið samfélagsins vegna hún var búin að selja sig til okkar og við höfðum tröllatrú en hún var bjargvætturinn. Og ég hitti manni eftir þetta einhvern tímann eftir COVID sem hann sagði hitt hann bara förnu vegi og hann sagði að ég er að kenna í háskólanum. Núna er þetta fjarnám komið, það er frábært, verður ekki bara allt nám svona í framtíðinni sko. Og ég bara, nei, þetta er nú, þú veist ekki alveg þannig. Og það sem gerir samt eftir COVID, þá fyrir tæknin að taka yfir og þá í staðin fyrir að hjálpa okkur úr félagslegri einangrun, þá fyrir hann að stuðla félagslegri einangrun. Vegna þess að það er mikill munur á samfélaginu í COVID og samfélaginu eftir COVID. Samfélagi í COVID, þá var samfélagi rosalega samheldið. Og þetta er svona í anda þess að þegar að stafar ytri ógn að samfélugum, þá þjappast borgarnir saman. Og það gerðist í COVID, sérstaklega fyrstum sinn, að við ytri ógn, þá hjálpuðust allir að við vorum að, þú veist, syngja fyrir utan gluggan hjá fólki og sækja vörur fyrir fólk og flytja ljóð á samfélagsmiðlum. Það var svona... Sýndum okkar bestu hlýðar. Þannig að það var mikil samstaða. Eftir COVID aftur þá er ekki þessi sama samstaða, sko. En þá erum við ennþá með tæknina sem fyrir að stjórna okkur, en við erum ekki með þetta lím í samfélaginu sem að heldur okkur saman og hjálpar okkur að mynda samfélag. Og þess vegna ítir tæknin undir félagslega einangrun eftir COVID, þó hún hafi hjálpað okkur að takast á við félagslega einangrun í COVID. Þannig að samhengi skiptir máli. Við gætum ekki þola þessa félagslega einangrun nema með tækninni. Þannig að hún eiginlega ítir okkur út í félagslega einangrun. Já, hún gerir það vegna þess að ef hún væri ekki, þá myndum við hrópa og bregðast við og gera eitthvað, þannig að hún hjálpar okkur raunverulega að fara dýpra inn í félagslega einangrun. Já, reyndar. Já. Og við vorum þá kannski ekki skeptísk fyrir tækninni eins og við vorum, af því hún sannaði sig í COVID. En punkturinn þessi, í COVID þá hafði hún ákveðið hlutverk og það var annars konar samfélag. Eftir COVID þá breytist samfélagið
og við höfum ekki alveg hennan stuðning og það allir bara í sínu hotni og þá fyrir hún að ítundi félagslega einangrun og virkar þvert öfugt við það sem gerði í COVID. En svona aukin einstaklingshyggja í samfélaginu, það búið að tala hana lengi áður en að samfélagsmyndarnir komu. Getur verið það að formið á tækninni, að hverju hún að svara með annars félagslega einangrun, hafi verið búin að til að meinið hafi verið eiginlega komið áður en að samfélagsmiðlarnir komu eða samfélagsmiðlarnir eru þeir meinið? Ég held að samfélagsmiðlarnir séu ekki meinið ef við tölum um þannig einstaklega ekki að sé mein en heldur hafa þeir kannski íkt það og veitt í einhvers konar farveg. Við sjáum allt þetta, við erum alltaf að gera allt bara á eigin forsendum, bara sjónvarpsdagskrá og podcast og allt það er allir bara, þú veist, þannig að samfélagi er rosalega einstaklingsmiðað. Og þar er þetta ekki samfélag? Nei, samfélag er það sem við deilum saman. Já, og þá náttúrulega bara hriktir í stóðum samfélagsins. Og það er svona vafasum vegferð vegna þess að við vitum það líka að samfélag getur búið til alls konar auðmagn eins og félagslegt auðmagn, social capital sem byggir á trausti og samhjálp og þegar það er félagsauður þá verða hverfin okkar betri og lífi verður auðveldara og við fáum alls konar aðstof ýmis verk og allt þetta. Og það hefur sýnt sig að við erum miklu betri árangur að vinna saman í hópum heldur en sem einstaklinga og Daniel Kahneman, Nóbelsverðlaunahafi í sálfræði, til þess með bók sem heitir Noise, sem hann talar að við erum sem einstaklingar, við erum svona rosalega miklar skynvillur sem að við framkvæmum í dagsins störfum. Við metum hlutin ekki rétt og gerum rosalega mikið mistökum að við sjáum ekki hlutin réttu ljósi og allt það. Leið út farin að vinna og fleiri koma að ákvörðuninni, þá verður hún betri. Og því fjölbreytari sem hópurinn er því betri? Fjölbreytari hópurinn sem betri. Sem er þá öflúrað samfélag? Já, og það er líka sem tengist þessu, að talandi um polariseringun og skautununa. Samfélagsmiðlarnir hafa náttúrulega íkt alla þessa sundurgreiningu í gegnum bergmálshellan og allt það og sem gerir það verkum það er hver upp á móti öllum öðrum, hverjum upp á móti öðrum og það verður ekkert raunverulegt samtal. Og ég segi samtal í gegnum tól og tæki, það er ekki eins og samtal við mannesku í raunheimum. Það er bara allt öðruvísi. Vegna þess í samskiptum þá er svo lítill hluti af samskiptunum sem fer í gegnum miðilinn. Eins og Marshall McLuhan sagði, miðillinn er merkingin. Það tapast svo mikið í gegnum miðilinn og ef við eigum samskipti, eitt er það sem við segjum, það sem við segjum, það er eitt sem skiptir máli. Annað er hvernig við segjum það. Þriðja lagi er augnsamband, svipbrigði, líkamstjáning, tákn sem við notum, snerting, lykt, nánd, stemning, andrúmsloft, skilur við. Þetta tapast allt í gegnum miðilinn. Allt nema það sem er sagt, kannski. Og þessu tengt þá, eins og ég sagði áðan, með því að hittast í augliti til auglitisamskiptum, þá verður eitthvað svona kemistri á milli fólks, það verður meiri samkennd, það verður meiri samvitund, meira samtal á jafnréttisgrundvelli. Rannsóknir sýna til dæmis mjög áhugaverð, sýnir að fólk sem hefur háa efnahagslega stöðu, eða herri efnahagslega stöðu, eða status og kannski meira menningarauðmagn þegar það hittir aðra í auglitissamskiptum, þá felur það oft stöðuna. Það var rannsókn á prófessorum í Noregi og þeir voru spurði, hittu ykkur sem voru ekki prófessorar, hvað gerir þú? Það var bara, ég er félagsfræðingur. Já, hvar vinnur? Já, ég vinn í háskólanum. Og hvað ert að gera þar? Já, ég er prófessor, finnst þetta bara óþægilegt. Og það er það sem að samskipti, augliti samskipti gera. Þau leitast alltaf við að vera í ykkur jafnvægi. Þannig að þá talar fólk meira saman á jafnréttisgrundvelli og þá verður meiri samræða. Netmiðlar snúast ekkert samskipti, snúast miklu meir stöðuták, Ég er að setja einhverja mynd af mér á samfélagsmiðla, setja bestu myndirnar af mér og þegar krakkandi mínir gera hitt og þetta. Þannig að netmiðlarnir eða samskiptamiðlar snúast miklu meira sem stöðuták, meðan að samskipti í raunheimum snúast miklu meira samskipti. Það er slæm menning. Það er slæm menning. Það er góð menning að ekki vera að flagga sér í samskiptu við fólk. Það er góð menning. Já, en inni á samfélagsmiðlunum er slæm menning. Já, og við sjáum það til dæmis bara í heitu pottunum. Þá tölum við saman óháð stétt og stöðu, þá verður eitthvað samtal.
og það fræðafólk í Stanford háskólum í Bandaríkjunum meira var að skoða þessa polariseringu, tegstu þetta og bara fólki sem yst á hvorum vægnum eða með eitthvað málefni og fengu fólki til að koma saman í einhvers konar umræðuhópa ég kallu þetta the magic sauce of democracy töfrasósa lýðræðisins og það sem að þessar fyrstu niðurstöðu gefa til kynna að fólk svona það mildast í skoðunum sínum það nær meira saman það fær meiri samkennd með þeim sem eru ósammála og sumir jafnvel skiptum skoðun og þetta rosalega svona stórt mál sem tengist þessum samfélagsmiðlum og samskiptum að leið og við samskiptin fara á samfélagsmiðla þá verður meiri skautun, meiri polarisering því við erum ekki að tala saman, við erum ekki að tengja heldur en í auglitiðs til auglitiðs samskiptum. Dæmum þetta þegar Haraldur Þorsteinsson átti í þessum viðræðum við Elon Musk á Twitter og samskiptin voru mjög harðskeytt og Elon Musk var mjög, þú veist, hann var hrokafullur og dónalegur og allt það og svo áttu við vídeosamtal og sem að svona leystist úr málunum og Elon Musk sagði mér svo Twitter engin staður til eiga samskipti, skilur við og það var svona koronaða og við getum að gefa okkur það ef að vídeosamskipti eru þetta miklu betri en samskipti á Twitter hversu mikið betri eru þá samskipti auglitis með við vídeosamskipti sko. Það alveg rosalega munur þannig að það skiptir svo miklu máli að við eigum samskipti við hvert annað í raunheimum sem að bæði lætur okkur líða betur sendir alls konar skilaboð og allt það dregur úr polariseringu og öllu þessu og hefur bara mjög góð áhrif á okkur þannig að það svona kannski svona stór partur af þessu Ég í félagsskapa sem hefur lært þetta að við tökum ekki ákvörðun nema augliti til auglitis og það sem að kynna mál að setja sig inn í það ekkert að gera það í vídeósamskiptum í vídeósamskiptur ágætt til þess að kannski taka afstöð til mála sem hafa verið kynnt sem bara svona rútínu en svo í textanum það sem á milli þá má bara vera að reka á eftir þetta búið að gera þetta eða eitthvað svoleiðis það má ekki vera eitthvað sem að því það getur leyst upp í eitthvað svona ágreining sem að oft engin innstæða fyrir sko. Nei, vegna þess að samskiptin eru svo það búið að strípa þau svo niður en þetta ekki sem ég að lýsa að fólk lærir þetta smátt og smátt ekki? Þannig að við kannski hafa ekki þá samskiptamílandi játt mikil áhrif á okkur við hljótum að læra á þau eða það kannski ekki þannig við bara að festast í gildrunni Ég held við festust í gildrunni og ég held að við tökum þessari tæknivæðingu nútímans við tökum henni svolítið eins og sér náttúruleg þetta náttúruleg þróun sem þetta náttúrulega ekki en við tökum henni sér náttúrulegri og þá trúum við á hana það allir að gera þetta í kringum okkur stjórnvöld opinberir aðilar það allir að ýta okkur í átt að tækninni við verðum að vera með síman okkar við verðum að vera með rafræn skilningi við verðum að gera þetta það var í fréttum helgina sá ég að öll íslensk sveitafélög voru að taka upp spjallmenni til að svara fyrirspurnum það eru allir að beina okkur í þessa átt skilurðu og þá förum við að taka þetta sem einhvern heilansæling þetta bara gott og svona átt að vera og allt það og förum að taka þessu sem gefnu að svona eiga hlutirnar vera og þetta hlýtur að vera gott okkur bara þessu já þetta hlýtur að vera gott víst að allir að gera þetta og stjórnvöld og allir eru að ýta okkur þangað og hlýtur þetta að vera gott Verðmæti sem að tapast það sem að við missum það sjónar af ég ætla að taka dæmi að ég bjó eitt ár út í París og þar eru ennþá leifar af svona gömlum viðskiptaháttum í sambandi við mat þú veist náttúrulega að sé þetta það svona ostabúð og bakari og slátrari og grænmetisali og enginn af þessu búðum það þetta yfirleitt fjölskyldurekið það var þannig, það var reyndir einhverja kæðjur byrjar að hreinsa upp eins og raltar hörna í heiminum og þá það þannig að hjónin sem ekki ostabúðina þau þekkja bændur og síðan þekkja þau byrgja og byrgi þekki bændur og eitthvað fleira og inn í þessu búðum að það byggir þetta á trausti og smátt að byrjar fólki sem hún verslar við að það þekki þig þannig að þú heilsar fólkinu og stundu veit fólkið sko smekkðinn og allt þetta og þetta sem sagt keðja sem alveg frá neytandanum til framleiðandans sem að byggir upp á svona mannlegu trausti þannig að og vörnin svo að það svo erfitt að svíkja því að
Við hliðina eru síðan stórmarkaðanir og þar lappar inn og þú sérð ekki kaupmanninn og þú sérð ekki þann sem rétt að vöruna og þá tekur eftir í mjög fljótlega að það byrja að ljúga stórkostlega að þér. 30% ódýrara, misan heitir hreisti og alls konar svona, allt er komin inn í heim hinna fullkomnu lygi. Og þá segir menn að við erum að hafa eitthvað svona aðferð til þess að verja neytandan inn í þessum helli líginar og þá erum við með síðasta neysludag, innihaldslýsingar sem að hitt kerfi þurfti aldrei á að halda. Þú þarft ekki kemur ekki inn til slátrara í Fraklandi og spyrðu síðasta neysludag. Þetta er ekki hug. Af því þar eru svona verðmæti félagslegu töfra virka bara, ég get alveg sagt þér stórkostlega í samanburði við stórmarkaðina. Já, og þetta er bara að tala annars vegar félagsauð og félagsauð byggir á þessu trausti og hins vegar þetta tala sko þessa stöðlun og allt það. Þetta er það sem að George Ritzer talaði sem McDonald's væðingu samfélagsins. Það sem að nota McDonald's hamborgarakeðuna til að sína hvernig rationalismin eða skynsemisvæðing nútímans er að taka yfir að það verður alltaf vera skilvirt og fyrirsjáanlegt og allt það og það eigur sko arbærni og allt þetta sko og þetta snýst allt það. Þannig að samfélagi snýst allt það að allt sé skilvirkar og arbærara. En á sama tíma og McDonald's borgarinn á að ná til fjöldans og veri eins alveg sama hvar hann er framleiddur sko. Þá verður ekkert varið í hann lengur sko. Þá verður þetta ómerkilegt. Það er engin svona, það er ekkert varið í vöruna og þannig við færum þess að Ritzer segir frá því að hafa eitthvað sem var mikilsvirði í því að vera miklu minna virði. Skilurðu? En við erum að fórna þessu verðmætunum alla daga. Já. Og það er bara eiginlega, kannski þú ættir að reyna að stoppa það, en það er ekki margir sem er að reyna að stoppa það. Nei, og þess vegna er ég að segja sko, vegna þess að þetta bara fer fram hjá okkur, við áttum okkur ekki á, sko, og ég segi grundvallapunkturinn, er að við áttum okkur ekki á mikilvægi þessa félagslega, skilur við. Og ég sá auglýsingu áðan, frá okkur svona fyrirtæki sem sendir heim, bara, þú veist, ekki eyðileggja vikuna með að þurfa að fara út í búð, sko, þú veist það. Og ég lít akkurat á þetta öfugt, ég fer alltaf út í búð, mér finnst það gaman, skilur, og ég segi alltaf hæfi kassastarfsmenn og þekki suma, vegna þess að ég bara fæ mikið út úr því að fara út í búð, að upplifa félagslega töfra, ég hitti fólk sem ég hitt og sé eitthvað sem er ykkur tísku, já, þetta er flott og eitthvað, og það er eitthvað sem spjallar við mig sem ég þekki ekki og allt það og mér finnst þetta allt ótrúlega gefandi og segir það að ég er bara partur af samfélagi. Ef ég er ekki út í búð, þá er ég meira bara inni heima hjá mér. Það er þægilegt og það er einfalt, en það vantar alla hennan félagslegu vít sem gefur mér eitthvað. Og gerir það að manni, náttúrulega? Gerir maður manni og ég finn svona bara, þú veist, samvindund með öðrum, hvað er að gerast í samfélaginu, þú veist, og kynnist fólki og allt þetta, maður fyrir að mis við allt það, sko. Þannig að þetta er ekki vesen eins og búðin þarna skilur við, þetta eru tækifæri í þessu að hitta fólk. Það eru raunveruleg verðmæti sem við eigum að tegja okkur eftir, sem að við kunnum ekki að nefna. Já, kunnum ekki að nefna og þess vegna er svona þetta félagslega. Kunnum ekki að mæla. Já, og þess vegna er ég kannski að segja sko, að við þurfum kannski að breyta fókusnum aðeins sko. Ég var í London daginn, þá voru labbaðum og það voru alls konar magic, er svona bara buzz orðið greinlega, það var magic og öðru hverju skilti. Þú veist, Coca-Cola, bara sannir töfrar og einhverja sýningar og alls konar, það var allt magic. Og ég er einfallega að segja það að sko við lítum alltaf á þetta yfirnáttúrulega eða og einhverja skemmtana yðnaðinn og allt þetta glamúr og allt þetta. Við lítum á þetta sem magical, að sjá Avatar í bíó, skilurðu, og eitthvað svona. Við lítum alltaf það er eitthvað sem er heilagt og stórkostlegt. En okkar eigi lífi bara svona mundane og hversdagslegt. Og ég er eiginlega að segja það að Avatar í bíó er bara fake, skilur. Og Coca-Cola er ekki töfrar, Coca-Cola er bara dæmi McDonald's-væðingun og Coca-Cola er alltaf eins, þetta er bara efnafræðiformúla, það er aldrei neitt óvænt við að drekka Coca-Cola, skilur. En í félagslegum samskiptum, það er alltaf eitthvað óvænt, alltaf eitthvað nýtt, alltaf sem gefur þér eitthvað, alltaf sem stækkar þig og allt þetta. Og þú meira sem þú leggur út í það því meira færðu tilbaka? Já, nákvæmlega. Og þannig að við þurfum sko að svissa þessu og að líta á skemmtana innan og neysluvarningin sem heilagan og eitthvað sem er stórkostlegt og kunna meta það sem við höfum sjálf vegna það er raunverulega það stórkostlega í lífinu, sko.
fólki í kringum okkur, félagslegu samskiptin, félagslegu töfrarnir og við þurfum að læra að meta allt þetta til að varðveita það, til að líða betur og samfélagi verið betra. Og líka þessa litlu atriði, ég ætla að segja aðra svona reynslusögu. Í COVID að þá var ég á heilsuhælinu í Hveragerði. Það var ég var með bílaða mjöðum og bara funkaraði ekki, þannig ég var í 4 vikur þar og það var yfir COVID en það tókst að verja þannig að starfsemi var svo til eðlileg, það var bara ekki hægt að fara og ráða á diskinn svona með sama hætti en maður hafði sko eðlileg félagsleg samskipti við fólk, satt bara og spjallaði á kvöldin og fekk fólk til að segja sér ævisögu sína og svo veist og spjalla bara við einhvern í sundinu og allt þetta. Og svo þegar ég var búin hann í 4 vikur og þá sótti konan mig og þá hafði verið sko fullkomið lockdown eiginlega, það eins mikið það var og hún sótti mig og ég fann það að ég þekki náttúrulega konuna mína, þá allt í einu fann ég hvaða ég hafði notið þess að eiga í þessum sko hversdagslegu einföldu samskiptum við ókunnuga og svona kynnast fólki og allt þetta í sama því ég fann að það vantaði í að ég fann það á konunni minni að hún hefði mistið þetta og ég hugsaði, þú veist, bara holy shit að enginn hafi verið að benda okkur á mikilvægi þessa, þú veist, einföldu samskipta sem við eigum við, en að hversdagslegu samskipta við annað fólk. Ég held að fólk sé svolítið eins og það er svolítið að finna þetta núna, án þess að geti kannski fest fingur á þessu, skilur. Það eru tölur sem benda til þess og rannsóknir sýna það að kannski hlutfall fólk sem fylgir læknis, það fyrir heimilislæknis, það er ekki að sækja bót meina sína, sko. Það er að fara að fá félagsskap. Hárgreiðslukona sem klippi mig, hún sagði sko þegar ég færi eldra fólk hérna, það vil bara spjalla, vil ekki fara að fara á barinn dæmi þetta, sem að barþjóðin er svona sálusorgari, nú eru komin svona vélmenna barþjónar sem blanda drykkið inn, skilurðu. Og þeir munu örugglega setja í það svona spjallforrit, þannig að þú getur sagt honum syngur. Já, nákvæmlega. Og það minnir mig myndin Hör með Joaquin Phoenix, sko, hann átti kærustu sem var eitthvað svona virtual og voða ánægður, en svo var hann ekki eins ánægður þegar hann fattaði það að hún átti sko 40.000 kærasta, sko, ekki bara hann. En svo var athyglisvert mál sem gerðist á Spáni í fyrra. Það var spænskur ellilífeyrisþegi, hann fór í svona skarherrur gegn snöggu bönkunum sem voru að loka útibúin og segja alltaf að þú verður að eiga bankaviðskipti gegnum app. Og spænskur ellilífeyrisþegi og hann fór í og startaði undirskriftasöfnun og gekk voða vel og þetta mál fór á flug og forsætisráðherra var komin inn í þetta eitthvað, þetta vakti heimsathygli og hann var að segja bara sko bankarnir eru að svona taka mennskuna úr samfélaginu og samskiptunum með þessu og ég læti ekki koma fram við mig eins og eitthvað fá þetta eins og hann sagði sko, þú veist við erum bara fólk hérna og við erum bara búin að skipta við hann banka hérna í 60 ár sko og það gerði það verkum að bankarnir bökkuðu og opnuðu eitthvað út í búinum aftur en þetta er það bara sem fullt af fólki er svolítið að finna og líður þannig án þess kannski að geta sagt eitthvað eða benda á það vegna þess að bæði er þetta ósýnilegt, það eru allir að fara þarna, það er bara hallarislegt að vera á móti tækninni, skilur maður er bara old man yells at clouds, skilur það er bara hallarislegt og við eigum að vera það er framsýni og tæknin leysir alls konar mál og allt það, þannig að það er búið að selja okkur þá hugmynd að við sko, eigum bara að taka þessum sem gefnu og svo líka eins og Emil Durkheim sagði, hann með að tala félagslega staðreyndir, social facts. Það er þessi hlutir allt í kringum okkur sem að stjórna okkur. Segja okkur mælikvarða, hvað má og hvað má ekki, hvað við erum að gera og allt það. Og félagslegu staðreyndir þetta núna eru bara það að tæknin er bara jákvæð, hún er að koma okkur inn í framtíðina, við eigum öll að taka upp tæknina, þetta verður allt svo einfalt og það. Og það er rosalega erfitt að brjóta gegn því. Þegar allt er að ýta mann í sömu áttina, þó manni líði ekki vel með það maður kemst ekkert upp með annað og það er enginn sem er að tala máli manns og það er enginn sem er að berjast eins og San Juan á Spáni og þá bara svona bara lætur maður þetta bara í þessi ganga. Vegna þess að maður er félagsvera og hópdýr. Vegna þess að maður er félagsvera og hópdýr. Já, við fylgjum hópnum. Þú vilt ekki vera skilin eftir þar í hjörðin fyrr. Nei, við fylgjum hópnum og svo er bara, þú veist. Þá kemur að spurningunni, að því við erum búin að greina vandamálið til staðar og greina hvernig það birtist í samfélaginu og að það sé neikvætt á margan hátt. Og þá er spurningin hvað þetta er á það?
þessu verður, já, það er ráða sko. Og þú er búin að lýsa yfir að sumarleiti andstæðingur ríkustu fyrirtæki heimi. Já, það er ráðið, fyrsta lagi er ráðið, við áttum okkur stöðunni, skilur, bara eins og hver eitthvað kínvest gammalt máltæki, sko, fyrsta skrefið, mikilvægsta skrefið, það fyrsta skrefið við áttum okkur á að þetta er ekki eðlileg þróun. Og ef að, ég las frábæra bókum þetta tæknivæðinguna, sagði sko, Rebot, við þurfum sko að bara enduræsa, skilur, við myndum enduræsa þetta kerfi allt saman og byrja upp á nýtt, þá myndum við aldrei hafa það svona, skilur, við myndum gera þetta öðruvísi. Tæknin getur verið stórkostleg og hjálpað okkur með ýmislegt, en hún hefur verið hagnýtt í öðrum tilgangi, skilur, og COVID kannski ýtti undir þetta að þetta fór í einhvern farveg sem var mjög óæskiljur. Þannig að fyrsta máli er það að við áttum okkur á stöðunni og við getum gert ýmislegt sem einstaklingar, skilur, bara reynt að halda út í félagslegum samskiptum. Ég fer eiginlega alltaf á kassan en ekki í sjálfsafgreiðsluna, skilur, þó að sé engin röð þar og við getum reynt að hafa áhrif á fyrirtækin sem við erum að versla við, sko, þú veist, ég var eitthvað daginn, það var eitthvað spjallmenn og gat ekkert og ég sendi post, skilur, en þú veist, það þarf einstaklingin að gera lítið, en það sem að ég kalla kannski eftir er að stjórnvöld, sveitastjórnir og allt það, hugsi sér nú kannski tvisvar áður en að fara sjálfvirkni væða samfélagið, sko, vegna þess að það hefur afleiðingar sem að á fólk í samfélaginu, þú veist, það er ekkert slæmt við það í sjálfu sér að bjóða upp á spjallmenn á netinu, en ef þú ert með það, þá verður þú líka að vera með eitthvað sem tekur síman eða getur tekið á móti þér. Og það er ekkert slæmt við það er ekkert slæmt við afgreiðslukassa í sjálfstæðakassa í sjálfu sér. En þegar þetta safnast allt saman, þá verður þetta slæmt. Og það verður einhver að hafa yfirsýn með því og það hljóta að vera stjórnvöld og sveitastjórnirnar og stórfyrirtækin með sitt starfsfólk eða kuna eða þá sem er í samfélaginu sem verður að hafa yfirsýn yfir hvað er að gera sér í samfélaginu. En það er einhvern veginn engin að velta því fyrir sér vegna þess að ég er allir að hugsa okkur, þetta er gott, þá getum við svara fleiri símtölum með þessum hætti. Þetta verður skilvirklega að komast fleiri gegnum kerfi hérna, þá getum við spara þessa peninga. Arðsemi fyrirtækinu er látin ráða uppbyggingu samfélagina. Já. Og þar með og líka þá sem að gerist þá að þegar þetta lýsir þessu, þá sér maður fyrir sér svona almanna rýmið umbreytast og við erum sko að minkar. Það rými sem er svona, við myndum geta sagt að tilheyrir bara samfélaginu og lýðræðinu, að það verður alltaf minna og við erum sífellt meira inn á svæðum sem er stýrt af og fylgjast með okkur, ekki bara sko, og líka það er nær samfélagi svo mikilvægt að þarna á þetta samtal sér stað og leiðum við hættum að leiðum nærsamfélagi brotnar aðeins upp og það er ekki einn sterkt og öflugt og allt það, þá minkar allt þetta samtal, leiðum við færið á netið, þá er það kannski fólk sem er annars staðar en ekki í nærsamfélaginu, sem nýtist okkur ekki eins vel. Og meira segja í nærsamfélaginu út á við, þá erum alltaf verið að reyna að fjölga eftirlitsmyndavélum og allt þetta, sem er líka partur af þessu, skilur við. Þannig að þetta, þú veist, það er verið að þrengja að okkur hvað þetta var það líka, sko. Þekking á nærsamfélaginu, það var einna lærdómum hrunsins 2008 að bankar voru í gamla daga byggður upp þannig að það voru útibú sem hlóðust upp og þannig að útibústjórinn hann þekkti sitt samfélag, vissi það að það væri hægt að treysta þér og þínu fólkið, þekkti, þú veist, atvinnugreinið þín væri svona og þarlega með það væri svona traust svipað og ég var að lýsa á það með matvæladreifingu í París að það gekk á milli traust og þannig byggðust bankar upp. En á 10. áratug síðustu aldar þá voru þetta skipt út fyrir reikniformúlur sem að reiknuðu áhættu og kerfi hrundi bara örfáum árum setna og er aftur að fara að hrynja núna og mun hrynja reglulega þangað til að við byggjum þetta upp á einhverju svona mannlegum skala. Og þegar við sjáum þetta aftur og aftur, við sjáum þetta upplýsingaöldin, sko, hún bara upplýsa vísinda og afhelgun samfélagsins, þá var samfélag allt svona skilvirkara, þessi rationalismi fór að ná yfir allt. Max Weber talaði mikið þetta og járnbúrið, Iron Cage, sko, við erum föst inn í einhverju járnbúri og bjúrokrasíu sem að gefur okkur ekki neitt og fyrir okkur öllu og allt það. Svo á 20. öldinni þá kemur eitthvað svona dægumenning til fyrir að leyfa okkur að hafa gaman, sko, Elvis Presley og Beatlarnir og eitthvað og við getum loksins fara svona að við sáum það að bara okkur fara að líða illa, Taylorismin í verksmiðjum og allt það var að fyrra mannin af eðli sín og allt það. Svo kemur dægumenningin með eitthvað svona sem við getum sleppt fram á okkur beislin og allt þetta, en nú komin þangað að
við eigum ekki þessa stundir, þessu öllu stjórnað af einhverjum markasöflum sem að við höfum kannski ekki ráð á og við höfum tapað, eins og ég sagði það, við höfum tapað þessu rými okkar fyrir félagslega samskipti sem eru á okkar forsendum. Þau eru alltaf á forsendum einhver annara, það sem við kaupum aðgang að félagslegum töfrum í gegnum kreditkortið okkar. Sko. Og það kemur ekki í staðin fyrir það samfélag sem við byggjum á millum okkar og við kallað menning. Nákvæmlega. Þannig ég finnst þetta að vera risastórt mál og rosalega svona mikil og hröð þróun í þessa átt og þess er mikilvægt að við átt að segja á mikilvægi þessa félagslegu töfra sem myndast í félagslegum samskiptum. Við erum kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þetta mikilvæga mál og við munum halda áfram að ræða þessi mál hérna við rauðaborðið vaxandi vanlíðan í samfélaginu og hvernig kannski samfélagið á millum okkar sé að leysast upp á tækniöld. En við skiptum. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is